Góða kvöldið, gott fólk og verið velkomin í Almenna bikarinn Season 3. Í kvöld verður opnunarleikur úrvalsdeildarinnar, en þar mætast tveir risar í þessari gríðarlega spennandi keppni. Það eru Exi Esports og Tröll Hálfdánahurðar. Tvö frábær lið sem er að mætast hérna í fyrsta leiknum. Getum ekki beðið eftir að sjá hvernig þetta kemur út. Ég heiti Markus, eða Fenrir eins og margir þekkja mig, og spila ég með Bölvin Bolungarvíkur í úrvalsdeildinni. Mér við hlið er svo hann Ólafur, betur þekktur sem Andúriel, svo margir þekkja hann, en hann er einmitt liðsfélagi minn í Bölvun. Mig gleður að kynna að þessi tvö lið hafa alltaf verið í bæði smá svona uppáhaldi hjá mér. Langaði mig töluvert að fá að lýsa þessu leik, þar sem ég náttúrulega þekki leikmenn beggja liða töluvert. Áður við dembum okkur í viðureignina, er eitthvað svona sérstakt sem þið langar að koma inn á klassi eða eitthvað svoleiðis? Nei, ekki annað heldur en að þetta ætti að vera rísa leikur í opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Já, einmitt. Frábært að sjá svona sterka viðureign strax bara í fyrstu umferð. Gaman að segja frá því að þessi tvö lið hafa aðeins mæst einu sinni áður í almenna bikarnum og mættust þau heldur ekki í helgamótinu sem var haldið í fyrra. Þessi umræddi leikur endaði með 3-0 sigri Tröllana, en þetta var á því tímabili í Season 2 þegar að Tröll skellti sér upp í annað sæti í lok tímabils. Bara frábær frammistaði hjá þeim, en að því sögðu þau náttúrulega ekkert að taka af höfðingjum sem hafa staðið sér frábærlega einnig. Og maður veit aldrei hvernig svona leikur af tveimur svona liðum fer. Bæði þessi lið hafa náttúrulega verið keppendur í almenna bikarnum frá stofnun keppnarinnar. Exi skráði sig upprunalega sem höfðingjar Búðardals, en vegna náttúrulega samstarf þeirra við CrossFit Exi þá hafa þeir borið nafnið Exi Esports síðan. Og síðan náttúrulega með Tröllin, frammistaða þeirra er eitthvað sem náttúrulega enginn gæti efast um. Þeir hafa unnið 9 leiki, tapað aðeins 4, í öllum keppnum almenna í Overwatch. Hins vegar hefur Exi aðeins unnið 6 og tapað 7, en að því sögðu þá hafa nú Exi verið þekktir fyrir að taka nokkur upsets hérna og eitthvað svoleiðis, þannig að maður veit aldrei við hverju á að búast í þessari viðureign. En það var bara spurning hvort að við dembum okkur ekki fljótlega bara í fyrsta map leiksins. Gaman að sjá hérna hvernig liðin ætla að gera þetta á fyrsta mapinu. Sjáum hérna að höfðingjar eru að stilla upp svolítið áhugaverði liði í fyrsta mappi og það er svolítið svona það sem hefði geta búist við af Tröllum. Myndirðu ekki segja það, Óli? Jú, Finnsi er í line-upinu sem er búist við þegar þeir spila móti svona sterkum liðum eins og Tröll. Nákvæmlega, áhugavert samt að sjá hérna að það er ákveðin leikmaður á bekknum sýnist mér hérna hjá Exi sem maður átti ekki von á að myndi byrja á bekknum. Það er svona svolítið áhugavert að sjá að Elo verður ekki í byrjarliðinu að mér sýnist akkurat núna. Þannig að það er áhugavert að sjá að þeir ætla að byrja á svolítið áhugaverði teiki hérna Exi Esports. Það bendir á það að Kaldi Finnsi verður tankline-upið og Relm 9 og Orion verður DPS-an eða? Já, gaman náttúrulega að fara út í það að Finnsi er náttúrulega talin oft vera sterkasti Overwatch spilari bara Íslands sögunar af mörgum. En síðan er náttúrulega leikmenn eins og Kaldi þarna sem að mér sýnist vera að byrja með honum í tankrólinu. Þetta er svona ungur kappi sem að öllu ætti eiginlega fylgjast betur með. Fer svona svolítið oft undir radarinn en hann hefur svo sannlega hæfileikann í sér sko. Hans náttúrulega mesti styrkleiki er að hann hefur spilað á fleiri en einu róli í almenna bikarnum. Það er ekkert rosalega margir sem er hægt að segja þetta sko. Hann var fyrstur á support eða ekki? Jú, mikið rétt. Ég hef séð hann spila bæði support og tank og hann eiginlega, það er voðalega erfitt að gera grein á millum á hverju róli hann er betri sko. Það er nefnilega það sem er svo áhugavert. Hann virðist geta púllat bæði ról svolítið vel. Gott að hafa svoleiðis leikmenn í liðinu sínu en síðan er náttúrulega eitt í þessu öllu saman. Það er náttúrulega 2 nýir DPS-playerar í Exi, Relm 9 og Orion. Og það er gaman að sjá að lið séu svolítið svona að breyta rosterinum sínum og taka þessu alvarlega og hugsa hvar þeir gætu verið með kannski einhverjar bætingar og framfærir og eitthvað svoleiðis. En við sjáum hérna til dæmis eins og Orion, hann er náttúrulega nýr leikmaður í liði höfðingja. Þessi leikmaður er eini leikmaðurinn í þessum leik sem hefur spilað með einu liði í hverju sísoni af mótum almenna í Overwatch. Hann byrjaði náttúrulega í liði Þorbjarna og fórst þaðan í musteri, tók svo helgamóti með böðlum og er nú mættur á sinn stað í höfðingjum. Gaman að sjá að hann svona hefur prófað sig á mismunandi stöðum en virðist nú hafa fundið sér svolítið í liði Exi. Og síðan náttúrulega er hægt að tala vel um það hvað hann getur á hitscan-rólinu. Það eru fáir sem geta staðið í háram hans þegar kemur til dæmis að Cole Cassidy. Ég get alveg sagt það persónulegri reynslu. En síðan náttúrulega eru höfðingjar með nýja leikmann á support hjá sér líka, hann Ottes, fyrrverandi leikmann sem atgera á Hlíðarenda.
Hann er rosalega þekktur fyrir svona annað gameplay og getur hitt rosalega pirrandi nades á mjög svona stórum augnablikum. En hann náttúrulega eins og ég segi, hélt sínu sæti sem support player í atgerum þegar atgerar voru svona upp á sitt sterkasta og svoleiðis. Þannig að gaman að sjá svoleiðis bætingu í liði höfðingja. Við sjáum einmitt líka með tröllin að þeir eru með nýja leikmenn líka og Rottweiler og ALMAO náttúrulega eru nýjir hjá þeim. Rottweiler er náttúrulega vel þekktur tankspilari í þessu órátt samfélagi. Fólk getur ekki verið að efast getu hans í þessum tölvuleik. Hitti náttúrulega rosalegt pít þarna daginn á tank, og ALMAO alveg eins, ekki þetta efast getu hans sem leikmanns og hefur spilað hann leik nógu vel, nógu lengi. En annars er bara spurning hvort við viljum ekki fara að demba okkur bara í fyrsta mappið. Er það ekki? Jú, er það ekki? Ég held að það sé tímabært að skella okkur á fyrsta mapp og sjá bara hvort að liðin séu örugglega klári að negla sér í fyrstu leikina. Það verður spennandi að sjá hvernig þeir allar henda sér í gegnum þetta. Við sjáum að fyrsta mapp er sem sagt Ilios og nú eru kannski margir sammála því að þetta mapp er svolítið tricky. Maður þarf að hugsa vel hvað maður ætlar að vinna með af teamcomps og eitthvað svoleiðis. Þetta er svona mapp sem að reynist oft tankspilurum svolítið erfið. Af því að það er svo erfitt með svona positioning í kringum svona ákveðin svæði að vera ekki refsað fyrir minnstu hlutina. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig liðin ætla að stilla sér upp. Við vitum nú að bæði lið hafa svona sín teamcomp sem þau fara oftast í og eru kannski öruggust á. En nú er spurning, fyrst við erum búin að sjá þetta með bara byrjunliðin, hvort að liðin ætli kannski að taka sér eitthvað svona surprise í fyrsta leik. Sýna kannski eitthvað annað en þau hafa sýnt áður fyrir í season 1 og season 2 og helgamótin og svoleiðis. Hvað finnst þér? Ég meina, Tröll eru þekkt fyrir disrupt kompið þeirra. Þeir spila það hrikalega háu stigi. Einmitt. Við erum mjög svona vanir að spila það komp og við höfum nú í bölvun líka þurft að sitja undir disrupt kompinu hjá þeim og það getur verið rosalega erfitt að sætta sig við hvernig þeir spila það. Því að það er svona, ef maður ætti að lýsa því einhvern veginn, þá myndi maður segja að það verið rosalega pirrandi hvernig þeir spila það. Já. Eins og disrupt nafnið kannski gefur til kynna. En hér erum við komin í fyrsta mappið og sjáum að bæði lið eru svona að gera sig klár í leikinn. Það verður gaman að sjá einmitt hvernig þau ætla að vinna með að vera inn á punktinum. Það er rosalega opið svæði. Það eru svona environmental kills sem koma rosalega mikið á þessu mappi. Já, en hér erum við bara menn að gera sig klára og menn eru eitthvað svona aðeins að leika sér og fá svona tilfinninguna fyrir músinu og lyklaborðinu fyrir leikinn. En eins og ég segi, nú förum við kannski aðeins yfir liðin að í liði höfðingja eru sem sagt Kaldi og Finnsi á tanks. Við erum með Realm 9 og Orion á DPS og sér erum við með Strandaglópa og Ottes á support. Þú kannski taka tröllina, ekki? Já, meðan í tröllum þá er Rottweiler CMD á tank, Mundi og Ælama á DPS og Egillar á trölladóp á support. Það sem verður að taka fram í þessu mappi líka. Ef þeir fara að breyta eitthvað á kompum þá þurfa að passa sig sérstaklega á báðum supportliðsspilurunum í liðinu sínu, Strandaglópi og Egillar, og þeir geta tekið út Lucio. Já, það er nefnilega eitthvað sem ég persónulega væri til í að sjá, sko. Það er alveg gaman að sjá nokkur Lucio duels koma sem fellow support spilari, þannig að elska ég alltaf þegar menn eru að augra hver öðrum á svona off-support hitjum og svoleiðis. En hér erum við að byrja, 3 sekúndur í þetta og nú sjáum við bara hvernig leikurinn unfoldar fyrir framan augu okkar. Hér sjáum við að Tröll er að vinna með þetta, disrupt comp sem við höfum séð oft áður, en erum náttúrulega með Ash Mercy þarna inn í þessu öllu saman. Höfðingjar er að vinna bara með rosalega mikið dive comp með Frigg og Önnu og Monkey Diva. Sjáum að þeir whip-out sombrunni Við sjáum við að Tröllin er að reyna að taka svona svæðið miðsvæðis, höfðingjar ætla að reyna að halda sig svona svolítið aftarlega. Sjáum við að ALMAO og Tracer er að reyna svona svolítið að fossa eitthvað á punktinum og challengea Realm og Tracer. Gaman að segja fyrir því að Realm gaman að segja fyrir því. Og hér er frábært pick, gott pick á Monkey-in þeirra, en þeir fá pick á móti. Strandaglópi með pickið á CMD. Gott að sjá þetta. Hér kemur Orion fellur fyrir ALMAO og Tracer. Nú sýnist mér Tröllin vera svona svolítið komin í yfirhöndina á punktinum. Höfðingjar eru svona aðeins að reyna að krysta þetta, en þeir eru með punktinn. Já, Mundi er komin með 2 frábær picks. Trölladráplæði Strandaglópa. Nú sýnist mér þetta bara spurningum tíma en hvenær Tröllin á punktinum aftur. Kaldi fellur, Finnsi og Mac.
Þeir eru ennþá einhvern veginn með þetta, þeir eru að ná að stóla þetta hérna. En tröllin ná síðan punktinu 26% fyrir höfðingjasa, frábær byrjun á þeim. Nú geta þeir aðeins anda léttar og regrúpað svona á sínum hraða og geta sér tilbúna í að pússa aftur inn. Sjáum hérna að tankarnir í tröllum að spila svolítið framanlega að halda hægrándinu. Ég kemur bomb frá Rottweiler, nær hins vegar engum, heiðarlega tilraun samt sem áður og við fýlum að sjá svona strax í byrjun leiks. Hér sjáum við að, já, CMD fyrir inn, hann slípaður samt, nær hann að komast út, já, hann góður. Nú eru þeir reynda að forsa punktir þetta höfðingjar, Mundi heldur hins vegar hægrándinu, nær frábæru pikki á Ottes, dínamíti og á Monki líka, kaldi fettur. Mundi gjörsamlega óstöðvandi á Ashinni, hann alltaf á hitscan og það varla hægt að snerta hann. Egillari heldur honum á lífi hérna á Mössi og Egillari og Mundi eru bara í frábærum félagskap með okkur öðrum að ná hægrándinu fyrir on point. Nú þurfa höfðingjar eitthvað að hugsa hvernig þeir ætla að díla við þetta. Þeir eru nú ekki með mikið af long range hitjum hérna nema kannski í annan. Höfðingjar eru svona aðeins að gæla sig áfram. Það þarf einhver að venda þessu önu hins vegar. CMD er nú að causing a lot of trouble hérna sko. Þeir nota rally, kemur út trans á móti frá tröllum. Þeir nota nano líka hérna höfðingjar. Við sjáum hérna að þeir eru svona aðeins að vinna sig áfram hérna punktinn. Spurninga, já, það kemur EMP frá Orion. Verður þetta stórt? Boltinni byrjar að low. Það er pick á báðum hliðum. Og það eru höfðingjar sem eru mjög í hönduna, Mundi samt að gera frábæra hluti þetta, Bobbin hans alveg að drepa alltaf þetta og Egillari og trölladráp falla, huge sprengja þarna hjá Finsa, sína hvað hann getur. Þeir eru komnir með punktin aftur höfðingjar og mér sýnist þetta bara að vera búið spili á tröllum. Mundi reynir að bakka, nær hins vegar Relm, skemmtileg pick þarna frá Munda á Ashinni. Relm þarf aðeins að passa sig að vera ekki of cocky og pusha of hard í Munda, hann getur nú alveg hitt headshot sem þetta fengur. Það er alveg á hreinu. Hér sjáum við 47-70%, þetta er nú alveg orðin frekar close leikur hérna. Spurning hvað tröllin vilja gera, þeir eru að nálgast Divabomb, en Exi eru hins vegar með Primal og Pulsebomb hins vegar risa pikk á trölladráp, Ottes fellur og strandakloppi, engin support heroes hjá Exi að klæðni. Nei, Exi meinur þeir, hvað ætla þeir að gera núna? Það er stór spurning. CMD er orðin svolítið low, nei þeir ná að halda þessu. Já, tröllin eru bara núna að valta svolítið yfir það hérna. Það er ekkert sem Exi ná að gera. Mér sýnir tröllin vera að ná þessu. Sombra reynir að stóla en nú er þetta bara búið spil. Nú þurfa höfðingjar að reyna að regrúpa hérna og pússa aftur inn sko. Nú er stór spurning hvernig þeir ætla að leysa þetta. Það eru stór úrst á leiðinni hjá höfðingjum samt. Já, þeir eru náttúrulega með Pulsebomb og Primal. Þeir eru að nálgast trans og þetta líka. Trölladráp sýnist mér vera að nálgast trans líka og hann hittir svo mikið af skotum. Hann veit aldrei hvenær hann kemur. CMD er hérna tilbúinn í slammi niðri. Hann er að bíða eftir þeir komi. Þeir færa sig hérna hægra megin. Spurning hvað þeir ætla að gera. Þeir sjáum, og það er frábært pikk hjá Relm. Trölladráp fellur. Og Orion nær ALMAO. Nú eru þeir með góð picks hérna, Egillari nær að ressa trölladráp. Hvað gera á höfðingjar hérna? Bolti eru orðin low. Þetta eru bara frábær pick, strandakloppi er bara popping off hérna á Brigg. Hvað er að frétta hérna? Þetta er bara Brigg gameplay at its finest, við elskum að sjá þetta. Nú er þetta 99-80. Hvernig ætti þetta að fari? Þetta er hættulegt fyrir tröll. Já, þeir eru samt að nálgast 6 ultimates hérna og höfðingjar líka. Þetta verður ultimate bardagi hérna í lokin, gott fólk. Við getum ekki beðið eftir að sjá hvað þeir gera. Bæði liðir eru hérna búið sundir, það fer Pulsebomb út, nær ekki pikki eins og þar. Það spurning klikkið með trans og nú koma öll últin. Mundi með pikk og Relm að Bob. Hvað gerist næst ekki með Divabomb frá Rottweiler? Nær engum, EMP frá Orion, trölladráp fellur. Hver er næstur að falla? Þeir eru allir djúpt inni. Og hann nær að ressa trölladráp, Finsi dripur ALMAO. Þá er spurning hvað gerist næst. Mundi nær Orion. Ég er bara að erfa áttum að því hvað er að gerast þetta. Relm nær Munda. Þetta er bara alveg all over the place. Bæði liðir pick, Rottweiler fellur. Nú sýnist mér höfðingjar vera með yfirhöndina þetta. Nú er bara spurning hversu lengi tröll geta stólað þetta. Hvað er mynd? CMD fellur Finsi nær honum. Nú er þetta bara spurning tíma. Geta tröllin eitthvað stólað? Egillari er nálægt í að falla. Og höfðingjar taka fyrsta rándið. 1-0 höfðingjar. Þetta var nú alvöru loka fight sem við fengum á fyrsta rándi á fyrsta mappi. Ólafur, hvað segir þú? Það var nú erfitt að átta að sjá hvað var í gangi í þessu síðasta fighti. Já, það var einhvern veginn bara öll ultimates komið út í einu og allir að falla og allir að ressast og allir að drepa og maður einhvern veginn, það eru svona fightar sem búa til spennuna sko. Þetta var áhugavert loka fight, en eins og ég sé, endaði með sigri höfðingja í þessu randi. Þeir eru komnir 1-0 yfir hérna.
Nú þurfa tröllin aðeins að regrúpa og hugsa hvað þeir gerir næst. Þeir þurfa eitthvað mögulega að breyta til. Mér sýnist þeir vera að halda sig við Disrupti, en þeir eru komnir hérna á sombruna líka. Þeir eru svolítið að mirrora það sem að höfðingar voru að gera með sombruna. Sjáum hérna þeir TP hérna út úr spawn og fara síðan yfir á Tracer. Sjáum að bæði lið ætla að hittast hérna á sama stað, vinstra megin fyrir hérna höfðingjum og hægra megin fyrir tröllum. Sjáum að fætir hérna inni bara fara á stað sem bara svona aðeins að pikka í hvorn annan og Tracerarnir eru svona svolítið að kontesta pointið. Þá er spurning hvort það komi eitthvað early pick frá öðru hverju liðinu. Sjáum hérna svakalegt damage að koma inn frá tröllunum. Nú er CNT hakkaður, náður að kapitalisa á því. Nei, hann kemst út, nær sér í smá heals. Nú eru höfðingjar núna bara ná yfirráðum yfir þetta herbyggi og þeir þurfa að byrja að færa sig á punktinn. Nú er bara spurning hvort að fara einhver að falla í öðru hverju liðinu og menn geta kapitalisa á pikki sem þeir fá. Það er spurning hvað þeir vilja gera. Tracer, þeir ná pikkir á Tracer, ALM og aðeins að fara út djúpt þarna inn. Þá er CNT komin inn líka, nær hins vegar að komast út. Nú eru Exi með yfirráð hérna og ættu að færa sér nær punktinum og reyna svona aðeins að auðra tröllunum. Orion með annað pikk og þriðja pikkið. Orion er bara gjörsamlega að labba í gegnum tröllun hérna. Nær 3 pikkum í fætinum og höfðingjar að taka fætinn. Finnsi og Office þetta hreinsa til eftir að myndi náði renn. Hérna sjáum við hvað Sombran getur verið rosalega sterk á móti bolta. Það er bara strax og CNT er hakkaður, þá er hann næstuð í gagslis í bardaðanum. Við sáum það bara þarna að Orion náði að hakka hann tvisvar í þessu fæt, endaði síðan með því að Orion alltaf bara fór á free market og náði 3 pikkum þarna í fætni sem þá vann þetta fyrir höfðingina. Og hér heyrðu, Ottesi tekinn strax Rottweiler með frábært pikk á Roadhog. Hér sjáum við að þeir eru komin í yfirtöðuna EMP frá Munda. Það er spurning hver fellur, Egillar er næst strandaklópa. Kaldi hins vegar, nær góðu pikk á móti en Egillar er alltaf bara eitt stykki Brick Godlike player og Rottweiler hreinsar til Finsa. Mér sýnist trölli vera með þetta. Heyrðu, eiginlega með hérna vatninu. Það er áfram hérna, Rottweiler bara að hreinsa til. Mér sýnist þetta bara að vera Rottweiler og Egillar hérna í killbílinu. Þetta eru 2 leikmenn sem ég segi fólki að fylgjast oft með. Þeir eru alveg frábærir á sínum herkjum. Endilega að sjá hvort þeir geti gert eitthvað meira í þessari viðureign. En hér eru búin að sjá 2 fætaða sem að Sombra átti svona stóran þátt í hvernig þetta endaði. EMP þetta frá Munda var risastórt og Orion með pikkinn hérna í fyrsta fæt. Hér sjáum við að þeir ná húk á dífu. Nær Finsi alls verið lífi, já þeir eru í fínu málum þetta. Það kemur upp Coalescence þarna hjá Octes. Það er spurning hvort það kemur fleiri ults út. Þeir ná pikkinu þetta tröndadráp aftur, Orion að gera sig enn og aftur. Hér er Egillar að henda út hérna Brickwoodinu sínu, þeir nota Mines líka. Þeir eru svona aðeins að reyna að damage controla þetta. Rottweiler með frábært pikk á strandaklópa hins vegar. Kemur út dífabommanni á Finsa og það er risastór sprengja! Finsi með 2 pikks hérna á Egillar og Rottweiler. ALM hins vegar nær Ottes. Það eru hérna 3 á pointinu, 4 hjá höfðingjum. CMD er að reyna að stóla þetta aðeins hérna. Nú sjáum við að þetta er alvöru fight hérna í gangi. Tröndadráp með Orion. Hvernig endar þetta? Kemur út Trans frá tröndadráp. Kaldi með gott pikk á sennin hjá tröllum. Hann er líka Tracer, þetta er bara Kaldi moment í gangi. CNT er þetta að reyna að stóla þetta nær maurinni. Kaldi er samt að halda áfram on a rampage, hann er bara að taka niður alla sem í hans vegi. Finsi dettur úr mekk hérna. Strandaklubbi nær hins vegar CNT. Rottweiler er ennþá punkt að stóla þetta, þeir eru ennþá með punktinn tröll. Nú er hann hakkaður hins vegar á fellur, þannig að það er ekki rætt að ná þessu. Tracer er að ná að stóla þetta, þeir eru ennþá með punktinn. Ætla höfðingjar ekki að reyna að klára þetta og ræna þessum punkti aftur að þeim. Þeir koma 2 góð picks, höfðingjar eru ennþá svona með yfirhöndina. Orion og Finsi eru að gera sig þetta og Ottes með gott pick á Tracer. Þeir eru hins vegar ennþá með punktin í tröllin og þeir eru komnir í 90% og þá ná höfðingjar punktinum komnir í 45%. Þetta var alveg skál hjá tröllinum. Já, ekkert smá. Gaman að sjá þegar lið ná svona að tímasetja contestin hjá sér almennilega og halda punktinu lifandi sem mest. En ég sjáum við að koma með 6 út. Já, höfðingjar er alltaf komið í 6 út núna, það er rosalega útstætt í þessu. Hér kemur EMP til að cancela út Coalescence, Slam frá CNT og Mines. Hvað ætla þeir að gera? Það kemur út Beat hérna frá strandaklópa. Hér kemur bomban frá Finsa nær engum. Hins vegar, þeir eru ennþá með EMP Pulsebomb. Pulsebomb fer út og EMP líka. EMP er stórt nær hérna 3 í þessu. Egillar er með pikkið á Sombrisan. Og Kaldi nær 2. Þetta er risapræmal þetta hjá Kalda! Hann er að taka þetta út 3 alveg á clutch momenti. Rottweiler hins vegar nær út Finsa. Hvað er Kaldi að gera? Hann er bara að lifa sig inn í hennar bardaði þetta. Það er enginn sem getur stöðvað að því virðist. CNT er hérna að kontesta supporti og hérna Sombri hérna. Hér eru þeir með ennþá picks höfðingjar. Þeir eru ennþá að vinna þennan fight.
CMD ennþá á lífi hins vegar, Egillari og Rottweiler falla. CMD ennþá að kontesta hérna á ból, þeir nota trans fyrir kontestið. Höfðingjar eru ennþá með rosalega gott momentum hérna, þeir verða bara að halda þessu gangandi. Finnsinn er CMD, Orion tekur Sombra-dúelið. Er þetta búið? Sen deyr, Tracer deyr. Hvernig er það? Orion blessir fyrsta pikkinu. Það er búið! Fyrsta map fellur til Exi. Frábær leikur á þeirra hálfu. Gott að sjá þá koma svona sem svolítið underdogs í þessari viðureign og taka fyrsta mappið. Andurvíl, hvað finnst þér þetta? Mér finnst að þetta var ríkalegt Monkeys play í síðasta nótuna þarna í lokin. Já, við sjáum það hérna einmitt. Við sjáum þetta præma, nær hérna senninum, hoppar inn, nær Brik og Sombru, það er bara ekkert sem stoppar hann allir virðist. Já, það var samt mjög vel gert hjá höfðingjum að splitta fókusinni hjá tröllum. Þeir voru í erfiðleikum með að fókusa niður eitt target og klára það. Við sáum þetta einmitt hérna, ég kom að því hérna fyrir leik að Orion náttúrulega er nýr leikmaður í liði höfðingja. Hann er að spila frábærlega það sem það og búinn að vera geðveikur í þessu fyrsta leik. Spilaði þetta á Sombrunni og var í raun og veru bara að standa í hárinu á Munda sem er þá bara talinn einhver besti DPS spilari bara á landinu, allavega einn af þeim. Og Orion er náttúrulega þekktur fyrir hitscan karakterana og þekktur fyrir að geta staðið í hárunum á þessum bestu leikmönnunum á hitscan. Búinn að spila frábærlega í þessu leik og að því sögðu kaldi náttúrulega á þarna risastórt augnablik á Monkey þar sem hann nær 3 pikkum sem gjörsamlega breytti þessu leik af því að við sáum það náttúrulega öll að Tröll voru komið með 2-3 picks þegar að hann er í þessu primal rage og frábært að sjá með tankplays taka svona allt í sínar eigin hendur og vinna þetta bara upp á eigin spýtur. Gaman einmitt að sjá eins og ég sagði fyrir leikmenn eins og Kalda fara oft undir radarinn, henda í svona alvöru plays. Hann er að koma hérna inn í staðinn fyrir byrjunarliðsmann hjá þeim og ég eiginlega get ekki sagt annað en hann er að standa sig frábærlega. Síðan erum við að gera okkur tilbúna í næsta leikarnas. Það verður Numbani er þá mappið sem við erum að fara á. Þeir sjá vel liðinu bara að gera sig klár, það er einhverju mögulega örstutt bið eftir einum leikmanni hérna. Og meðan að við bíðum þá er gaman að fara út í það að Numbani er svona maps ég held að myndi henta tröllunum ágætlega. Þeir fíla rosalega mikið að vera á Monkey Team Comps þar sem þeir geta svona safnað upp í nanóið sitt rosalega fljótt og engagea þá með Nano Monkey. Við þekkjum þetta nú ágætlega ólega það ekki við í bölvun. Sjá þá að gera með þetta. Býtu, núna eru komið Finsa á DPS og Elo og Kalda sem tengdu það. Þetta er rosalega áhugaverð breyting. Við sjáum hérna að Realm 9 fer út í þessum leik og inn á kemur Elo og Elo tekur að sér tank með Kalda en Finsi er færður yfir á DPS. Það er nú enginn sem getur sagt mér að Finsi get ekki spilað DPS. Ég held að hann getur nú spilað þetta ról betur en langflestir á landinu. En það verður gaman að sjá að Elo er núna komin inn og sjá hvaða teamkost þeir munu þá vinna með. Munu þeir hendi double shield on defense, munu þeir taka bara full on rush, vilja þeir vinna með ball comps eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki oft sem að sér menn svona skipta strax eftir svona performance, sérstaklega eftir sigur í fyrsta leik. Þannig að spurning hvernig þeir vilja að reikna þetta út. Þá ímyndaði mér að Elo tekur þá off-tank-róli hjá Finsa þá. Já, það er nefnilega spurning hvort að hann taki að sér off-tank-rólega því að hann náttúrulega er bara þekktur fyrir það að spila líka main-tank. Getur það alveg jafn vel sko. Og en eins og ég segi, leikmenn í seinasta leik núna á Ilios sem stóðu sig hvað best. Nú verðum við náttúrulega minnast á Trölladráp sem var á Sen ána. Hann náði náttúrulega pikki í hverjum einasta fight og er að gera svakalega mikið fyrir Tröll á Sen með allt damage sem hann gerir. Það er margir sem að átta sig ekki á því en damage output hjá Sen er náttúrulega svo rosalega mikið að þú spilar teamkompið rétt í kringum hann og spilar hetjuna rétt þá ert að fá svo mikið value úr svona teamkompi út af allir damageinu sem þú gerir. En hér sjáum við að við erum komnir á Numbani sem er næsta leikur hérna hjá okkur og við sjáum að það er sama line-up hérna hjá tröllunum. Þeir eru bara með Rottweiler og CMD á tanks og Munda og ALMA á DPS og svo koma Egillar og Trölladráp á support-hetjum. Og síðan náttúrulega bara fyrir Exi eru Kaldi og Elo á tank, Finsi og Orion á DPS og Strandaglópi og Ottes á support. Nú sýnist mér hérna Tröllin byrja á defense og þeir ætla að vinna með bara full on dive comp, bara Monkey, Diva og Tracer
Ana, Brigg og Soldier. Við sjáum náttúrulega núna að Trölladráp er á Önu og CND á Mangi, eitthvað sem þessir tveir þekkja helvítið vel og hafa unnið með áður. Þeir eru þekktir fyrir að spila mikið saman og þekkja hvort annan alveg út og inn. Sjáum að höfðingjar er að vinna með Ball Diva komp, en áhugavert að sjá þá og henda í Baptiste með þessu. Mér líst vel á Genji-peki á Finsa. Já, ég líka, en þá finnst mér koma svolítið óvart þeir velja ekki Önu frekar en Baptiste í þessu tímkompi. Sérstaklega með þeir eru með Ball og hérna Genji. En sjáum hvernig þeir alltaf svona að hugsa sér þetta. Þeir eru ákveða hvað að spila. Já, þeir eru eitthvað svona að velta þessu fyrir sér. Þeir eru komnir á Soldier frekar Genji og á Double Shield einmitt, akkurat eins og ég kom inn á. Þeir fíla sér rosalega mikið á þessu tímkompi og Elo fyrir á Sigma hituna sem hann er svo frábær á. Sjáum að Tröllin ætlar að reyna að halda með CND hérna upp á toppnum og Trölladráp getur þá verið svolítið in long range og halda á lífi. Þeir sjáum bara að höfðingjar fara strax inn og CND að halda pressunni inn. Rottweiler dettur bara úr mech strax og fellur, Finsi með frábært pick. Þeir sjáum bara að höfðingjar eru að leggja inn frábæra pressu þetta á það og eru bara búinir að eitthvað sem hægandi. Elo contesta point og nær ELMAO, mundir enda nær Elo á punkti. Og nú er bara CND komið með Primal Rage, hafa nú ekki lengi að fá þetta. Finsi nær Trölladráp hins vegar. Nú er bara spurning hvað höfðingjar er að gera. Náðir niður CND þetta. Þeir eru með punktin, komnir með eitt. Mundir nær Otters hins vegar. Þeir eru bara með Brigg. Þeir nota hins vegar Brigg út. Ég sjá að Mundi er bara going ham, komið með 3 picks í þessu fæð. Höfðingjar eru enda á þetta punktin. Finsi með Briggi og Ela. Rottweiler hins vegar enda Baby Diva á punktinum að kontesta. Þeir þurfa að fara að losa sig við það. Þar kemur það. Mundi nær einhverju kontesti þetta en Elo tekur niður Soldier. Nú er þetta bara höfðingjar komið með punktinn og þeir eru að kappa hérna alveg strax í byrjunleiks og 5 mínútur nánast á klukkunni. Þetta var rosalega krúsandi það. Fókusfærið hjá höfðingjum er virkilega að standa sig vel. Já, það er eiginlega óaðfinnanlegt. Þeir náðu að fókusa targets rosalega vel í sammenningu. Gaman að sjá lið svona spila vel saman og einhvern eftir að hafa eftir þetta mikið og svoleiðis. Ég sjá við einmitt að höfðingjar eru bara að halda sig og bíða eftir payloadinu. Tröllin eru hérna upp á high ground og low ground hjá rútinni, reyna svona svolítið að búa til eitthvað space. Hins vegar fellur Trölladráp bara strax, Finsi með frábært pick, CND dettur líka. Nú eru bara DPS-arnir í höfðingjum að leika sér að Tröllurum, þeir eru bara að fá fleiri picks. Já, Finsi tekur við eiginlega, nú er bara spurning hvort LMAO, nei, hann kemst ekki út heldur. Orion og Finsi eru bara að leika sér hérna, þetta eru free picks fyrir þá. Frábært hjá höfðingjum, mér sýnist þeir bara ætla að komast óáreittir að punktinum. Ætli Rottweiler og CND reyna að kontesta hins vegar þetta, það er stóra spurningin. Elo er hérna að taka sér stöðu á high-groundinu, reyna að kontesta hérna Rottweiler og CND. Tracer, Mundi og Tracer eru þetta komin að payloadinu, þeir ætla að hendi kontestið. CND eins og að fellur strax, Window kemur út frá Otters. Nú er þetta bara búið spil fyrir Tröll á payloadinu, þetta ná ekkert að gera og höfðingjar ná þessu strax kaldið með pickið hérna á Dífu. Egillar hlýtur að falla, já. Höfðingjar eru bara með 5 mínútur á klukkunni og eru bara að hreinsa til hérna í beinni útsetningu. Frábært að sjá þetta hjá höfðingjum. Nú þurfa Tröllin eitthvað aðeins að fara yfir hvað þeir ætla að gera. Þeir eru alveg óáreittir DPS-arnir í höfðingjum, bara frítt fókusfæri frá Finsa og Orion. Nú þurfa Tröllin aðeins að hugsa hvernig þeir ætla að díla við þetta. Spurning hvort þeir reyna að breyta eitthvað til, þeir eru að komast í hérna 4 ultimates og að nálgast 6. Höfðingjar eru bara með 2 hins vegar. Þeir eru hérna enda á payloadinu. Þess er þetta Nanomonkey, CND með Nano, þeir eru Luxan hins vegar. Hann bara er að taka svo svakalegt damage á þetta. Hann notar hins vegar Primal. Það er fullt af ultimates að koma, CND fellur, sjá assistin á þessu killi. Þetta er alveg svakalegt, allt liðið í þessu saman. Mundi með Pearls hittir ekki neitt. Hann hins vegar, hann kemst út sýnist mér, já. Höfðingjar eru hérna með bongo í gangi sem hins vegar fellur. Nú kemur hérna Brigg út í gang. Soldier þarf að koma sér út annars fellur hann kemst út. Höfðingjar eru bara á payloadinu. Monty er að reyna að kontesta þetta. CND er orðin low, Rottweiler fellur. CND er orðin virkilega low, Mundi fellur. Elo, Orion og Kaldi og Otters, allir með sín kills. Nú eru þeir konum með Hænur og Window. Náðu þeir að kontesta punkti. Mér sýnist ekki. Það eru 4 mínútur á klukkunni, Óli. Þetta er nú eitthvað svakalegasta performance ég sé frá höfðingjum lengi. Hvað er í gangi hérna? Þeir eru bara að spila eins og þeir eru heima í Overwatch. Ég er bara algjörlega í sjokki. Mikilvægt þeir eru líka að fá helling af kills og picks bara án þess að þurfa að nota ult. Já, þeir eru bara að spila óaðfinnanlega. Þeir koma inn á síðasta point með 4 ult, bæði tank-ultin og DPS-ultin.
Já, einmitt, þeir eru rosalega mikið, sko, últmanagement hjá þeim virðist vera svolítið planað og það lítur út eins og þeir séu búin að æfa þetta rosalega mikið, coordination með ult usage og allt svoleiðis. Gaman að sjá einmitt þegar menn eru svona að leggja metnaðinn í þetta, vera nóg að skrimma og æfa sig og bæta sig ef menn geta. Og mér sýnist að höfðingjar séu búin að leggja helviti mikla vinnu í það að bæta sig eftir seinustu tímabil. Og það er einmitt svo gaman að sjá að tröllin hafa alltaf verið svona alvöru risar í mótinu, að vita allir hvað þeir geta og þeir hafa kannski komið inn í þennan leik með höfuðið hátt. En nú verða þeir bara að viðhalda þessu háa höfði áður en þeir byrja að detta niður í einhverja hílu eða einhvern móla. Nú vil ég sjá tröllin aðeins að snúa þessu við og koma með alvöru performance. Nú sjáum við einmitt hver ég var að vonast eftir af tröllunum. Nú sérðu hvað myndi að spila. Þetta er eitthvað sem allir vita að myndi getur gert vel. Nú sjáum við hvort að það að fara fyrir Mercy muni gera mögulega eitthvað fyrir tröllin. Við sjáum að höfðingjar eru á double hitscan ennþá. Þeir eru með Finns á Orion á Ashe og Creep. En nú er spurning hvort myndin er að nýta sér þessa háu veggi þarna, þessi háísi, þess að fela sig frá line of sight og reyna að ná svona long range pickin svo hann hefur oft gert með þörfu. Og þannig að þetta damage boost gerir svo svakalega mikið. Við sjáum að þeir eru bara strax komnir inn, Rottweiler og CMD að taka high ground hérna. Höfðingjar þurfa aðeins að bakka inn í öryggið þetta inni. Sigma heldur hérna í low, heldur high groundina hægra megin og Rissa í vinstra megin. Þeir eru svona að staðsetja sig vel. Bolti er stönnaður, Næris var að koma út. Íló þarf líklega smá hjálp, hann er orðinn nóg hérna. CMD fyrir djúpti. Þeir eru tröllir á bútinn á einu pikki en Orion með pick. Tröllatröll með pick. Þetta er alveg jafn. Nú er farað með Orion. Já, myndin nær alltaf pikki. Þetta er akkurat það sem við vildum. Nú eru tröllin í yfirtölu hérna. CMD með gott kontestið þetta og Rottweiler á hílupunni. Nú spurning, já, Rottweiler nær oft þess að sjálfsögðu. Þetta sem hann er svo ógeðslega góður í. Komast í bakgrunni. Hér er myndin, gerandi nákvæmlega það sama. Við erum bara að sjá akkurat það sem að höfðingjar gerðu á takk. Fara djúpt inn, ótrúlega aggressífir og kapitalæsa á pikkunni sínum. Þeir enda með 500 á klukkunni. Það er meira meira en höfðingjar voru með í byrjun. Þetta er að stefna í alveg. Það sést líka núna það að tröll eru að ná að splitta upp fókusið hjá höfðingjum í það að þeir geta ekki verið að fókusa niður eitt target og klára það. Einmitt. Við sáum það einmitt þegar CMD var svona að vinna sig að baklínunni þarna í stiganum vinstra megin að þá var Íló svolítið langt staðsettur til þess að geta bjarga þeim og þá þurfti þeir svona svolítið að hörfa sem endaði svo með því að hann var core out einn og gat ekki bakka nógu hratt. En hins vegar náttúrulega bara frábærlega gert hjá þeim. Heyrðu, og Rissa er þetta búbið á hæggrandinu, CMD hér er vel, hér kemur Diabomið og það er Lampi sem bjargar hins vegar höfðingjum. Frábær Lampi hérna, en þeir eru með sig einhver pikki hérna, bæði lið, Finnsi og ELME með pikki. Egil er nær að ressa tröllum frá, þeir eru í yfirtölu, þeir eru höfðingjar með Windows, nær Orion, einhverju pikki hérna. Þeir nano að Mercy, þetta er áhugavert, Egil er með eitt pikki hérna, nær hann öðru, nei, myndi hins vegar, nær öðru pikki hérna. Við erum að sjá bara svakalegt push hérna. Þeir í alvörni hendu í nano Mercy. Þegar Egil fær nano á Mercy þá skuli allir hafa varan á. Það er alveg á hreinu. Það endar bara svona. Tröll vinna fætinn 5:29 á klukkunni. Þetta er alvöru leikur, Óli. Eru tröll bara að fara að slá tímameti hjá höfðingjum? Já, það er nefnilega stóra spurningin. Þetta lítur náttúrulega fyrir það að þeir geta endað mögulega með meiri tíma heldur en þeir. Nema náttúrulega höfðingjar, snúðis við, eru með 300 tilbúin. Hér kemur Barats, hann nær engu píki með því hins vegar. Hann fellur hins vegar ekki heldur. Hér kemur Mines frá tröllum. CMD er pullaður, hann er orðinn low og þeir ná CMD. Gott hreint þarna, Kaldi hins vegar landar með Mines. Bob dettur niður strax, en Finnsi nær öðru píki. Þetta lítur vel út hjá höfðingjum. Þeir eru komnir með fullt af píks og Finnsi heldur áfram on a rampage. Þetta er bara Cold Cassidy to the edge of the earth. Hann er ennþá að pússa þau og Egil myndi fara búið á mappinu og höfðingjar taka þennan bardaga. Þetta var nú fínt hjá höfðingjum, við getum alveg verið sáttið við það sem þeir gerðu þarna. Þeir fóru svolítið djúpt inn og fóru bara í liðið frekar en að reyna að einbeita sér bara að spila. Sem við sjáum einmitt hérna að þeir færa sig yfir á rush, tröllin. Nú ætla þeir bara að reyna að spýta í gegnum alla skildi og labba yfir á rissuna þeirra hjá höfðingjum. Gaman að sjá hvernig þeir ætla að útfæra þetta rush-kont. Sjá það Íló er búið að þeir halda líka öninni. Já, þegar við vorum með hana. ELME og nær Orion hérna, þetta er dýpt reykt þessi splitið yfir. Þeir eru komnir með sitt pick.
Nú þurfa þeir bara að halda sér saman, býja til spýtum og rössa inn á Orisa. Þeir eru konum með glugga, nú þurfa þeir að hörfa. Þeir fara til vinstri frekar en áfram. Þeir eru komin vinstra megin við höfðingjana. Þeir geta aðeins byrjað að pússa. ELMAO með annað pick-up á Finsa. Nú eru þeir bara þrír þarna í höfðingjum saman. Þeir eru aðeins aftar Orion og Opes. Þeir ná að ressa Finsa hins vegar. Og neikar trölladráp og Rissa er að fellur. Já, hann hlýtur að deyja. Já, þeir eru með góð picks þarna og Rottweiler með frábært tímafór hérna. Nú eru tröllin bara að lappa yfir það og nú þarf CNT að blokka þessa bombu þarna. Elo deyr hins vegar. Þetta er bara alvöru leikur. Þeir náðu ekki að topa tíman en þeir voru nú ekki langt frá því, Óli. Þetta var nú alvöru round. Nú eru bæði lið með 2 mínútur á klukkunni og... Já, það sést að þeir söknuðu þess ekki þess að fara á bappinn. Þeir nýttu sér Nano yfir. Nei, þeir náðu svona svolítið að vinna sig með það að vera með önuna. Við sáum að trölladráp hitti þessu ótrúlega pirrandi anti-nate sem ég talaði fyrir leik. Hann er þekktur fyrir þetta að koma með svona leiðindar nates fyrir hitt liðið þar sem það kemur eiginlega svona upp úr engu. Sáum þarna að náði nate á Rissuna og þegar Bapp var að nota lampan sinn. Þannig að það er rosalega vel gert þarna hjá trölladráp og þess vegna var annan svolítið lykilatriði í þessum leik. En við sjáum að bæði lið eru með rúmlega 2 mínútur á klukkunni, höfðingjar eru með 18 sekúndum meira. Við sjáum það að tröllin að mér sýnist eru komin aftur á sitt comfort pick hérna með Föru Mercy og svona létt disrupt nema með önuna. Höfðingjar að mér sýnist ætla að halda sig við og Rissu teamkompið þar sem þeir eru með náttúrulega Baptiste og nú eru þeir komnir með Mercy á Finsa sem er að spila Ash. Þeir eru svona svolítið að reyna að mirrora Mercy í hinu liðu og damage boost og ressið og svona sem getur verið risastórt í miðjum bardaga. Við sjáum hérna að höfðingjar ætla bara að staðsetja sig hérna á highgroundinu og reyna að pota svolítið í tröllin. CND þarf svo að passa sig líka þegar hann er að góa inn af því að hann á það til að vera stönnaður eða eitthvað svoleiðis og bara passa það. Hann er reyndar ekki á móti Brigg núna þannig að það gæti unnið honum í hag. Við sjáum hérna að CND og Rottweiler eru búin að staðsetja sig aðeins hérna. CND fer inn hérna og Elo er slannaður. Nú eru höfðingjar svona byrjað að vera svolítið low. Elo fellur mett, þetta er gott tekið CND. Þeir eru með punktinn, komnir með næstu 2 ticks. Nú þarf eiginlega bara hans að vera punktinn. Þeir eru með 200 picks hérna. Að mér sýnist eru tröllin bara að ná þessu í fyrstu tilraun. Þetta eru bara 3 eftir í áhengum. Þeir ná eins og að ressa Ash. ELMAO nær 2 pickum hérna. Frábært hjá ELMAO og Hanssonina. Það eru 3 picks. Hann er komið með 4 í þessum fight. Hann ætla bara ekkert að stoppa. Sjá þetta accuracy á þessum Hanssonfæri. Þetta er alveg svakalegt að horfa. Nú ætla tröllin aðeins að pusha áfram. Þeir eru komnir með punktinn og höfðingjar þurfa svona aðeins að regrúpa og ákveða hvernig þeir ætla að díla við þessa Föru. Gaman að sjá ELMAO koma svona inn sem nýr leikmaður hjá þeim og bara gjörsamlega valta yfir hitt liðið svona í miðjum fight. Frábær picks þetta hjá honum, gjörsamlega vann fightinn fyrir tröllin. Við sjáum þetta einmitt rosalega mikið sko, hvað CND og Rottweiler. Nei, hann bara heldur áfram. Það er ekkert sem virðist að stoppa þennan mann. Hann er bara að ná sér í take hægri vinstri. Þar er hann hins vegar að bakka svolítið út. Þeir eru komnir svolítið í hann. Spurning hvernig tröllin ætla að stilla sig upp þegar höfðingjar eru komnir tilbaka. CND er nú þekktur fyrir að koma sér djúpt inn og búið rosalega mikið space fyrir liðið sitt. Finsi nær ELMAO en Ressi kemur inn frá eiginana. Hér kemur Barrage og það er stórt nær Kalda og Orion. Þetta er bara það sem Mundi gerir. Þú veist, Mundi er náttúrulega bara einhver besti para-players til þér, þú veist, eru það að sjá þetta gott ból, þetta er náttúrulega bara uncontested para-gameplay. Það er ekkert sem stoppar hann að mann þegar hann er í loftinu. Hann virðist bara að fara á gjörsamlega frítt space til þess að gera alveg það sem hún sýnist. Og tröllin ná second point og eru komnir í overtime. Nú þurfa höfðingjar svolítið að safna í ultimatein sín og reyna að sniða því að nota þau rétt og á réttum tíma. Tröllin eru náttúrulega rosalega splitt og spila svona í sundur frá okkur öðrum þannig að últis eins og fyrir nú þarf að koma fram. Nú koma öll últið fram. Nú eru höfðingjar að leggja sér áfram Rottweiler með bombuna nær Finsi fellur. Orion er hins vegar 3 pickum hérna. 4 Orion! Hann er bara að labba í gegn á þau hérna. Mér sýnist höfðingjar að vera konið með þetta. Elo tekur niður Munda eftir og Orion datt niður. Nú eru þeir bara að hreinsa til Egillar þetta. Og Orion klötsar þetta fyrir höfðingja. Þeir ná að stoppa þá eftir 23,16 metra eftir second point. Þetta var frábært push hjá tröllum. Við verðum bara að viðurkenna það. En að sjá þetta frá Orion. Orion og ELMAO báðir í þessu rándi. Glænýr leikmenn í sínum liðum að standa sig frábærlega. Þetta er frábært að sjá
og við skulum reyna að fylgjast aðeins betur með þeim. Hvað segir þú, Óli? Hvað er þetta að segja? Þetta er bara... Já, þetta var svakalegt, sko. Þetta var Oreo bara, bara púlar upp og drepi 5 manns. Já, hann bara púlaði upp og pjú bara á alla óvinni sem hann sá og hitti öllum höfuðskotum sem hann gat hitt. Gerði eiginlega ekkert annað. Þetta er einmitt það sem ég kom á fyrirleik. Cole Cassidy hjá Orion. Þetta er bara his bread and butter. Hann elskar þetta og hann er alltaf að standa sig vel þegar hann spilar þetta. En nú þurfum við að reyna að fylgjast með svona hvað höfðingjar ætla að gera núna á attack. Þeir þurfa að gera þetta skipulagt og gera þetta vel eða þeir ætla að ná að jafna lengdina sem að tröllin náðu. Hvað heldurðu þeir muni gera hérna, Óli? Þeir halda sig við það sama? Þeir þurfa að læra allan að tröllur og læra af því sem gerist í síðasta randinni. Þeir þurfa að passa ekki að overextenda. Sérstaklega Rottweiler eftir að hann var demekkaður fyrstu 10 sekúndar á randinni. Passa sig svolítið að overextenda ekki of mikið. Þeir eiga svolítið til diva players að gera það, við höfum séð það ofta hreinsinni. En Rottweiler er náttúrulega svo mikill gæðaleikmaður á sínu tankróli að maður verður náttúrulega bara að treysta það að hann fatti þetta sjálfur og komið því að. Ég kom með höfðingjarnir inn. CND og ELO eru svona byrjaðar að aðtast í hverjum. Þeir ná CND bara strax. Orion á sjálfsögum með pikkið aftur. Nú eru tröllir í smá vandræðum. ELO er reyndar orðið svolítið nóg. Þeir eru að ná að halda pressu í þetta aðeins. ELO reynir að kontesta þetta healer. Þeir eru á pikkið í staðinn. Finnsi nær öðru pikki á fjörunni. Þeir eru að mirrora þetta að fara að missi hjá þeim. ELO hins vegar fer úr mekk en Finnsi alltaf bara að taka það niður one by one, kaldinaði niður eigilara og þetta er bara ELMO sem fellur fyrir Finnsa. Orion er mynda og það er bara flöskuteppin í flöskuna og þetta er bara búið spilið sem fætt, höfðingjar ná punktunum alveg eins og tröllin. Þeir eru að reyna að testa hérna en þetta virðist ekki ganga rosalega vel hjá þeim. Þeir eru bara að reyna að taka nokkur sekundur á klukkunni. Sjáum hérna Rottweiler hlýtur að fatta strax, já. Og þeir eru konum við punktinn höfðingjar og fá smá einhvern tíma hérna til þess að regrúpa. Nú er bara spurning, ætla höfðingjar að taka sína bardaga á punktinum eða ætla þær að láta Otis vera aftarlega og reyna að halda svolítið framarlega? Hvað heldur þú, Óli? Það er frekar mikið fyrir þess að unnskóla hitta góð nades. Einmitt, við sjáum það alveg. Sérstaklega fyrir tröll fyrst þeir eru komnir á tracer fyrir að fóla upp á nade. Það er mjög stórt. Einmitt, báðir í önnur players, náttúrulega þekktir fyrir sín svakalegu nades sem þeir geta hitt. Þeir sjá að Finnsi er að setja svakalega pressu hérna á tröllin, hann er að hitta einhver smá damage, kominn með bara anti sig. Höfðingjar eru með High Noon og Nano og er að fá 40 viðbót frá Messi og Rissu. Þeir eru nú bara að reyna að halda smá pressa. Ég kemur High Noon frá Orion, nær hann einhverju með þessu, nær og Rissa kannski að pulla einhvern frá... Nei, það kemur bara frá Finnsa, nær 2, hundi switchar á Orion hérna, nær pulsbomb. Þeir ressa Monkey en Finnsi er bara gjörsamlega að fara í gegnum á með Nanoið. Oftast þetta með frábært Nano á Finnsa og það er varla eitthvað sem að tröllin geta gert í þessu. Finnsi er bara allt of góður fyrir það að þegar hann fær Nano þá er hann nánast óstöðandi. Höfðingjar ná punkti nr. 2 líka. Nú er komin spenna í þetta gott fólk. Það er overtime, það er 5-5 í punktum. Nú eru 23 metrar sem að skilja liðin af. Hvernig ætti þetta fari? Þetta er bara að loka fight. Þeir eru með 2 últimate höfðingjar, þeir eru með 3 að verða 4 tröllin. Nú kemur allt út. Það er allt mætt á borði. Þeir komið með últim. Það er bomba frá þeim og það er bongo og það er... Hér kemur hjútsprengja frá ELO! ELO nær 2 og Finnsi Orion með sig ykkur pikki og Finnsi með annað. Mér sýnist höfðingjar vera að ná þessu. Er þetta búið? Þetta er búið! Exi tekur leik nr. 2. Þetta er alveg magnað að horfa á. Exi að spila frábærlega. Guð minn almáttugur að sjá þessa frammistöðu hjá höfðingjum. Hvað fannst þér þetta, Ólafur? Já. Ég er nánast orðlaus eftir þessa frammistöðu hjá þeim. Þú veist að sjá, mér finnst bara allir í þessu höfðingjum liði vera að spila eins og þið séu óverðstík. Ég bara er í smá sjokk yfir þessu. Þú veist að sjá þetta hjá Orion. Hvað er að frétta? Nei, ég er bara að spyr, sko. En þetta var allavega leikur nr. 2, það fór 2-0, það er orðið 2-0 núna fyrir Exi. Þannig að Exi eru komnir með góða fórustu í þetta á tröllir. Þetta lítur vel út hjá þeim. Þeir eru að spila frábærlega og að því sögðu, það er nú ekki eins og tröllin sé að spila illa. Þeir eru bara svona að vantar eitthvað upp að loka metrana. Þetta er ekki svolítið sammála því, Óli? Jú, þeir verða að passa allavega á
hybrid mappum og að ekki missa tankið sinn svona snemma. Einmitt. Þeir mega ekki missa Winston svona snemma í fights. Við sjáum það eiginlega svolítið núna að í öllum þessum rándum, það er rosalega oft sem að Rottweiler eða CND eru svona svolítið framalega, eru pikkaðir rosalega snemma, bara út af öllu damageinu hjá höfðingjum, af því þeir eru náttúrulega að spila high damage comps eins og double shield og svona, og þá verða þeir bara að gera sér grein fyrir því að ef þeir góa inn þá þurfa þeir að fara allir saman. Og það er svona svolítið búið að vera það sem að höfðingjar eru og Exi eru að svona nýta sér, er þegar að tröllin eru að overextenda og þeir þurfa svolítið að passa sér trölla því þeir hafa þessi gæði í liðinu sínu að þeir verða að geta treyst á einmitt að liðið þeirra nái pikki. Þannig virkar svolítið kompið sem þeir eru að vinna með að ná í 1-2 picks og fara síðan bara að hreinsa gjörsamlega til, sem er það sem þeir eru svo góðir í. Ertu ekki svolítið sammála þessu? Jú, þeir eru samt líka þetta á það að ekki vera aggressorinn í þessu fæti. Þeir eiga pínu að vera að lenda á hælunum og þurfa að vinna sig aftur upp. Já, svona svolítið að spila svolítið safely, vera svona svolítið að fylgjast alltaf með stöðumála og hvað hitlið þið að gera og treysta á að baklínan sín sem er oftast náttúrulega myndi á eitthvað svona high damage hetju eða eins og til dæmis trölladrápa á senn eða eitthvað svoleiðis og treysta á að það komi 1-2 picks og þá gætu þeir farið meira aggressíft inn. Þeir eru ekki með nógu mikið healing fyrir það. Ef að boltið dífa er stönnaður eða slípaður eða eitthvað svona, að þá eru þeir oftar en ekki bara dauðir. Þú ert með lið sem er með Finsa og Elo og Orion og svona sem geta alveg gert hlutin upp á einn spýtur. Þannig þarft svona svolítið að hugsa þetta lengra en bara með langar að drepa þennan leikmann. En við sjáum núna hvað tröllin ætla að gera. Mér sýnist að næsta map verði Route 66. Það er mjög áhugavert að sjá það þar. Spurning hvort að liðin vilji kannski henda út einu Widowmaker til þess að gera þetta svona svolítið áhugavert. Ég allavega sjálfur persónulega myndi peppa það alveg svakalega. En það er náttúrulega bæði lið með hitscan players í sínum röðum sem að gætu spila við. Hvað svona myndi þið langa að sjá á Route 66, Óli? Ég meina, maður er alveg mjög peppaður að sjá Munda Orion Widowdúr, sko. Það væri eitthvað, sko. Ég býst samt við að tröll mun að fara á hana föru Disrupt með Það gæti líka verið, sko. Fyrsta pointið á Route 66 virka mjög vel með Disrupt. Einmitt. Ég hugsaði þetta mest þannig, sko, að þeir eru 2-0 undir núna. Væri ekki tímabært fyrir þá einmitt að svona svolítið rótira í kompinu sínu. Prófa eitthvað annað núna. Sjá hvernig það myndi fara. Það er svona fyrsta sem ég datt í hug, sko. Já. En eins og ég segi, maður veit aldrei hvað þessi lið eru búin að elda fyrir hennar leik og eins og ég segi, þetta eru 2 risa lið og þessi leikir geta alltaf farið í hina áttina hvenær sem er. Við höfum séð tröll gera það áður, við höfum séð Exi gera það áður, við höfum séð bæði lið lenda í því áður líka. Þannig að þú veist, maður veit aldrei, staðan eftir 2 leiki segir voðalega lítið. Það er aldrei að vita nema tröllin ná að snúa þessu við akkurat núna. Við höfum nú sett það oftar en einu sinni. Já, tröllin hafa algjörlega spilarana sem geta tekið við leiki og snúið þessu við. Já, og ég meina ef við förum aðeins djúpt út í það, þá eru náttúrulega bara bæði lið með sem sagt leikmenn inn að sinna raða sem eru svona game changer leikmenn. Allir þessi leikmenn inn á núna eru þannig séð svona game changer leikmenn. Þeir gætu breytt gangi leiksins með bara sinni framistöðu í einhverjum ákveðnum leik. Gaman að sjá einmitt ef að menn eins og Finsi eða Mundi eða eitthvað svona gætu mögulega rifið þetta upp og gert þetta svolítið svona upp á eigin spýtur í miðjum teamfight og svoleiðis. En við sjáum hérna að bæði lið að mér sýnist eru svona að halda sem sagt, sínum stöðum og sínu byrjunarliði, engar breytingar eins og er. En nú ætlum við að skella í smá highlight, smá svona pása hérna á milli leikja. Þannig að bara endilega verið velkomin aftur, gott fólk. Þetta var frábært montage, við fengum hérna alltaf gaman að sjá svona vinnu eftir einstaklinga innan samfélagsins sem að gera þetta fyrir okkur og þetta allt bara frábærlega gert. Við getum alveg verið öll sammála það. En hér erum við komin aftur eftir smá pásu. Við getum farið aftur svolítið í liðin að lið trölla hérna Rottweiler, CMD, Mundi, LMAO, Egillari og Trölladráp og lið Exi Kaldi, Elo, Finsi, Orion, Strandaglópi og Ottes. 2 frábæri lið sem að keppa. Staðan er 2-0 fyrir Exi Esports en að því sögðu þá veit maður aldrei hvernig svona viðureiknir fara. 2 risa lið, það getur farið báða vegu, maður hefur aldrei hugmynd hvernig þetta endar af því að við höfum séð það hérna áður í almenna bikarnum og í helgamótinu að það er aldrei að vita hvaða lið fer með sigur af hólmi. Hvernig leggst þetta í þig, Ólafur?
Og ég bara rétt að vona að Tröll taki svo smá risk í þessu mappi að Já, sammála því. reyna að breyta þessu smá og koma Exi á óvart. Einmitt, ég er mjög sammála því. Ég væri mjög spenntur fyrir því að sjá tröllin svona, prófa að breyta aðeins til og vinna kannski með eitthvað annað teamkomp, svona reyna aðeins að rugla í höfðingjum af því að ég býst náttúrulega við því núna að höfðingjar viti svolítið hvernig tröllin að spila. Þannig að það verður svona svolítið að stuðla að því hvað hitt liðið er með í huga og höfðingjar að gera það rosalega vel en mér finnst tröllin svona þurfa aðeins að rífa sig upp og sýna hvað í þeim býr af því að þeir eru nú eins og ég segi alvöru lið og lendi í öðru sæti í almenna bikarnum áður og svona, þannig að maður veit aldrei. Já. Já, en eins og ég segi, maður verður bara að hrósa höfðingi fyrir frammistöðuna hingað til. Þeir eru náttúrulega bara gjörsamlega að fara fram úr vonum og gíski allra, væntingar allra eru gjörsamlega niður í gólfi við höfðingjum og að sjá þá taka svona frábæra frammistöðu í fyrsta leik sýnir bara að þeir eru mættir og þeim er alvara. Sérstaklega eftir að þeir dutti frekar snemma út úr helgamótinu sem var Já, einmitt. Við vissum náttúrulega af því að þeir voru svolítið pirraðir út í sjálfan sig eftir það og vildu svona rífa sig svolítið upp. Þannig að það er góði punktur hjá þeir að minnast einmitt á það. En nú sjáum við sem sagt að Route 66 enn og aftur er náttúrulega næsta mapp hjá okkur. Liðin eru ekkert búin að breyta sérstaklega til í byrjunarliðinu sínu. Þannig að við gætum svo sem búist í því að sumir leikmenn verði á sömu hetjum og þeir voru á áðan. En það er bara spurning hvort að eins og ég segi, tröll þori að taka einhverja svona áhættu og prófa eitthvað nýtt og kannski eitthvað sem gæti trublað Exi eSports eitthvað. En á meðan við bíðum eftir að liðin séu klár og geti farið inn í næstan leik, þá getum við talað um það. Það eru náttúrulega þessi 8 lið í úrvalsdeildinni, sem sagt Atgeirar, Bölvun, Hrútar, Tröll, Silfur, Exi, Böðlar og Musteri. Og gaman að segja fyrir því að alveg eins og Exi og Bölvun, Hrútar og Musteri þá eru náttúrulega akademíulið fyrir þessi lið líka sem keppa í opnudeildinni. Nú vitum við að í þessar úrvalsdeild þá er þetta opnunarleikurinn okkar í úrvalsdeildinni og tröllin að byrja helvíti sterkt í þessari keppni. Mæta Exi og Musteri í fyrstu 2 leikinum og það eru bæði svona andstæðingar sem eru að reynast tröllinu svolítið erfiðar að komast í gegnum. Musteri eru heldur ekkert eitthvað langt til að leika sér við. Exi fer líka svona svolítið sterkt af stað með þennan sem fyrsta leik og eru síðan með Böðla tvöfalda meistara í 3. leik og gaman að fara út í það að bæði liðin að byrja á svona svolítið erfiðum leikjum og eiga svolítið erfitt prógram og liðin í þessu móti eru náttúrulega öll svo gríðarlega jöfn að maður veit aldrei hvernig leikir fara þó að það sé alvöru spenna í kringu þá. Mér sýnist liðin vera klár að fara í næsta mapp, þannig að nú sjáum við bara Route 66 koma upp á skjáin hjá okkur fljótlega og liðin bæði að gera sér tilbúin í þennan 3. leik á milli Exi eSports og Tröll Hálfdánahurðar. Við sjáum að Route 66 er nú rosalega open-minded mapp. Þetta er rosalega opið svæði. Þar sem að long range hetjur eins og til dæmis Hitscan, Widowmaker og Sniperar og svona, þeir virkar rosalega vel. Það er spurning hvort að liðin þora að taka einhverja sjensa og fara aðeins út fyrir sitt öryggi og prófa einhver önnur teamkomps. En við vitum alveg að þessi lið hafa leikmenn innan sinna raða sem geta svo sannarlega spilað allar hetjur á sínum hlutverkum. Þannig að það er spurning hvernig liðin alltaf stilla sig upp. Við sjáum að í liði Exi er sem sagt Kaldi og Elo á Monkey Diva, Finnsi á föru með Strandaglópa Mercy með sér, Orion tekur Cole Cassidy eins og hann hefur nú oft gert áður og Ottes er settur á ölu. Í liði Tröll Hálfdánahurðar er Rottweiler á Sigma, CND á Bolta, Mundi fær S með Egilar og Mercy með sér, LMAO tekur Tracer eins og oft áður og Trölladráp eins og við fórum í áðan er rosalega hættulegur á Zenyatta. Þannig að sjáum hvernig tröllin ná að gera með shot composite sem þeir eru rosalega öruggir á. Leikurinn að byrja eftir 5 sekúndur. Nú neglum okkur í þetta gott fólk og góða skemmtun. Tröllin að halda í close hold. Rottweiler er slípað strax. Hann er slípaður strax, þannig að höfðingjar eru svona svolítið að íta sér áfram en hér er Discord á Elo, hann er rosalega lónhægt og dettur náttúrulega bara beint úr líf. Þarna sjáum við damage frá Trölladráp sem kemur úr Orion hins vegar með 2 picks á Rottweiler og Tracer. Mundi hins vegar nær Ottes og þeir ná að ressa Rottweiler, eiginlega þá að segja. Finnsi tekur CND, hann var svolítið einn þarna, Mundi fellur líka. Orion náttúrulega bara Cole Cassidy guð leikmaður, þannig að
Það má ekki skilja hann svona opið. Og sjáum við að Finnsi svona svolítið hálfpússaður, hann að setja svona smá pressu á tröllin hérna sem þurfa að bakka svolítið út. Höfðingjar frá svolítið frítt svæðið til þess að ýta peilotinu svolítið áfram. Og sjáum við að tröllin eru komin aftur hérna á hægróti. Trölladráp þarna aftarlega að setja pressu á höfðingja. Íló aftur komin í dífamekk, síðan kemur inn, kemur stórt dynamik hérna frá Munda. Það eru menn orðið svolítið low og hér ná tröllin tveimur pikum, Trölladráp enn og aftur að ná Tracer, tekur hérna niður Finsa, Mundi og Trölladráp aftur með Íló. Þetta það sem ég var að tala Trölladráp alveg svakalegur á sig hérna, nær öllum niður. Þetta bara Mundi og Trölladráp að ná niður höfðingjum. CMD nær þarna Orion og Kaldi hoppar út af mappinu. Sigur í þessum bardaga fyrir tröllin. Þetta sjáum við Trölladráp alveg svakalegur á sig hérna, næstum komin upp í trans strax. Hann alveg rosalegur á þessari hetju, gerir ekkert smá damage þarna, meiðir hinn ekkert smá. Hér sjáum við að höfðingjar eru bara rosalega gutt upp og reyna að koma sér saman að fara á stað. CMD enn og aftur haldi pressun á þeim, tröllin komið með öll út hjá sér og nú sjáum við hvað fer fram. Pulsebomb kemur úr nær Íló úr mekk, þeir nota trans líka og þeir nota bob. Og þeir nota flux, það allt að koma út hjá tröllinum. Orion nær hins vegar ELMO en Munda Bob bara of góður, nær þetta báðum healerum og Mundi tekur niður Orion. Finsi nær einu piki á Trölladráp en Mundi heldur bara áfram. Þetta bara frítt fyrir hann, eins og ég sagði á hann. Mundi á Ash, passið ykkur, það svakalegt. Nú eru höfðingjar svona svolítið að vinna sig áfram. Þeir eru alltaf á þessu divepunkti núna, þeir eru ekki búin að spila það allan tíman. Þannig nú þurfa þeir að koma sér saman og spila þetta almennilega. CMD notar mines en fellur, þannig að þeir eru með gott pick þarna höfðingjarnir. Þeir þurfa að passa í, náðu ekki ressinu á hann. Nú eru Finsi og ELMO í Tracer dueli hérna vinstra megin og þá fellur ELMO Orion með pickið. Nú geta höfðingjar pushað inn rosalega djúpt. Við sjáum að þeir eru þarna 4 eftir í liði tröllana. Og sjáum við að höfðingjar eru búin að ná hægðarfyrir. Þeir eru að fara djúpt inn, náðu þeir einhverju auka pikki hérna. Þeir hljóta geta gert eitthvað, CMD fer aftur djúpt inn, hreyðir sig þarna í gegnum allt höfðingjar liðið. Þeir eru með þetta, bottom left position ennþá plögginn. Þeir eru nú að halda sér á lífi, rosalega lengi. Kaldi fyrskoti, Finsi nær pikki og Orion, oftast hins vegar fellur í liði höfðingja. Og þetta Íló og Kaldi, þeir ná 2 pikkum í viðbót, eru þeir að ná fyrsta punkti. Mér sýnist það, höfðingjar ná fyrsta punkti, frábær frammistaða. Þeir eru komnir með 1 stig og 3 mínútur og 20 sekundur á klukkunni. Gott fólk. Trölladráp þetta í baklínunni, nær brygg frá þeim. Þetta var nú alveg svakalegt hjá Trölladráp, nær strandaklópa. Hafði nú ekki rosalegt gildi en hann næstu komin í Transcendence aftur. Þannig ég ætla að segja vel þess virði. Nú eru höfðingjar svona svolítið að stjórna punktinum og eru svona svolítið að færa sig áfram. Mundi á hægrandinu með damage boost frá eigilara, nær hann damage-in. Nano þeir mátti inn, Kaldi komið djúpt á Ashina, hann fer af Ash og reynir að fara á Messi. Þeir ná dynamitan hann á, hann fyrskotið, en nær einhver að falla, þeir ná ekki piki strax. Kemur út flux frá Rottweiler. Og það kemur Divabomb og Trans hérna frá Trölladráp og það risastór Pulsebomb! ELMO með 2 picks á báða healerana hjá höfðingjum. Þetta sýnist mér vera sigur fyrir tröllu þessu bæt. Fellur Kaldi ekki líka, jú, þeir hreinsa bara til. ELMO aftur með frábæra framistöðu. 2 picks með Pulsebomb og nær síðan Kalda þarna undir lokin. Þetta það sem við talaðum á þeir, Orion og ELMO með risa statements hérna í fyrsta leiknum sínum fyrir sín lið í almenna bikarnum. Guð minn góður hvað gaman að sjá leiknir koma svona sterkt inn í mótið. Þetta fór nú vel fyrir tröllin maður. Þeir náðu nú alveg stjórninni á þetta mjög snemma. Rottweiler sá ég að var með pickið sitt þarna og Mundi líka. Og síðan kemur bara ELMO og tekur frábært play með Pulsebombin og þetta búið spil. Nú eru höfðingjar komnir aftur á sitt komp. Þeir eru komnir á double sitt aftur. Þeir nota Pulsebomb, ná ekki pick hins vegar. Þeir eru svona svolítið að passa sig, þeir eru að taka rosalega damage þarna frá Trölladráp. Nú nota þeir brygg út hérna. Höfðingjar eru bara með hæ núna komið upp líka. Þeir nota út lampan hérna, eru að taka svolítið damage. Egillari hendur út í Mercy-úti, valkur í kemur. Nú þurfa þeir að ákveða sig hvað þetta að gera höfðingjarnir. Þeir eru að taka svolítið damage hérna. Þeir nota mines hérna tröllin, þetta stórt. Þeir fá út hægum frá Orion, hann nær hins vegar engum. Íló fellur, það var orðinn rosalega lóð þarna. Frábærlega að spila hjá tröllinu. Þeir eru að halda pressun og leyfa þeim ekkert að ýta payloadin áfram. Nú eru höfðingjar að taka svakalegt damage. Þetta stórt flux frá Rottweiler, nær báðum support. En Orion nær honum og Finsi með annar pick.
eru þeir að snúa sér við. CND hins vegar nær að ýta á móti og ELMAO og Mundi Finnsi hins vegar með annað pick. Þetta er æsi spennandi, bæði lið eru djúpt inn í þessum barda. Hver ætlar að vinna þetta? Ottes með annað pick. Höfðingjar að ná yfirhöndinni þetta. Þetta er bara CND eftir sem að kontesta og Mundi á hæggrátinu. Nú þurfa þeir svona svolítið að bakka. Höfðingjar að leggja pressu á payloadið og ýta þessu áfram. Þeir hafa nú ekki endalausan tíma eftir á klukkunni. Það eru bara 40 sekúndur eftir. Nú þurfa tröllin að vera þolinmóð og svona ríkulúpa og ákveða hvernig þeir ætla að klára þetta í síðasta fætinu fyrir annan fólk. Höfðingjar eru mættir allir aftur hérna. Þeir eru rosalega góð. Íló orðin svolítið half-HP hérna og þeir þurfa svolítið að refsa boltanum hérna. ELMAO nær strandaglópa. Þetta er risastórt pick fyrir loka fætir. Þeir eru ekki við brygg. Kemur út window frá Ottes. Hvað ætla þeir að gera með þetta? Ná engu. Trölladráp með enn annað transcendensið. Hann bara hættir ekki að fá þau eftir nokkrar sekundur. CND fyrir og leggur þrýsting á þá. Trölladráp voru með bæði við setjum piki. CND nær Ottes. Tröllin eru svona svolítið að rífa sig upp hérna. Íló nær hins vegar Rottweiler. CND með stór nades. Mér sýnist þetta að vera klárast. Það eru bara trankar eftir hjá höfðingum. Þetta er bara á rissa. Og tröllin sýnist mér ná að vinna þennan barda. Höfðingjar komast ekki lengra. 82,66 metrar er loka niðurstaða fyrir höfðingja. Frábært defense hjá tröllinum. Hvað finnst þér, Óli? Þetta er að líta miklu, það er bara virðist allt í henni komið miklu meiri samheldni í liðið. Samheldni í liðið. Þeir eru að spila meira saman. Þeir virka miklu meira coordinated. Virka svo svolítið meira svo liðið eiginlega. Já, einmitt. En þeir verða svolítið að passa sig á fyrsta pointinum að þeir voru ekki beint heppnir en þeir mistu báða tankana sína á yngur tímamóti. Já. Að það er ennþá pínu í gangi að þeir missa tankana sína fyrst í þessu fights. Einmitt, þetta er akkurat eins og þú komst inn á fyrir leik að þeir eru búin að vera að lenda svolítið í þessu tröllinu og þeir þurfa að passa þetta betur að þeir ekki að missa menn svona snemma í leiknum. Sömuleiðis bara með höfðingjana að Íló og Kaldi þurfa svona svolítið að spila með kannski betri staðsetningu í sumum svona aðstæðum. Að því sögðu var þetta nú ekkert eitthvað illa spilað hjá höfðingjum. Tröllin eru bara greinilega búin að rífa sig upp síðan nú fyrstu tveimur möppunum og þeir eru víst bara að hugsa með sér við ætlum að koma tilbaka, við ætlum ekki að tapa þessu 3-0 og þeir ætla sér bara að komast aftur inn í þessa viðureign. Það er akkurat það sem við báðum fyrir leik. Hér sjáum við hins vegar að tröllin eru að vinna með mjög svipað komp hérna. Þeir eru komnir á Hanzo í staðinn fyrir Tracer og höfðingjar alveg eins komnir á Soldier og Ash. Þeir eru komnir með sitt hérna line-up tilbúið og þeir eru að halda hæggandur hérna fyrir aftana ofan bensínstöðina. Tröllin eru bara svona að færa sig áfram, taka þessu rólega, ýta payloadinu bara fram hjá brúnni, þá geta þeir byrjað að setja þrýsting á liðhöfðingja á hæggandur. Við sjáum hérna að þeir ná alveg að halda sér þarna upp í höfðingjarnir, gera smá damage frá long range og reyna að halda sér svolítið í þessari staðsetningu. Sjáum að CND að búa sig þarna undir að koma fyrir aftan á, reyna að henda þeim út af hæggantinu, en Brigg tilbúinn, þeir ná svona svolítið að fylgjast með honum, hann næri ekki miklu value úr þessu þarna. Nú er Rottweiler, nú eru tröllin svolítið að færa sig hægar og hægar með pointinu. CND alltaf bara að swinga þarna hægri vinstri í gegnum allt enemy liðið, nær bara svona svolítið að trufla á sem er akkurat tilgangurinn í þessu tímpampi. Kemur út lampi og ELMAO með frábært pick, Finnsi samt sem áður nær trölladrápa þetta líka. ELMAO er með enn annað pick á strandaglópa, Mundi nær síðan Ottes og Finnsi nær síðan ELAna. Það eru engin heals frá tröllinum akkurat núna. En tröllin virðast vera að ná þessu, Rottweiler, CND og Mundir hinsa bara til og þetta er í vil tröllana. Þeir eru búin að ná fyrsta punkt með 5 mínútur eftir. Já, mjög mikilvægt hjá tröllum að þeir voru allan tíman með einhverja point og bara fengu leið og þeir dói þá bara náðu þeir fyrsta pointi. Þeir eru svona svolítið að vinna með það, þó að þeir sé að pota í óvinna liðu og setja pressu á þá gera þeir það ekki allir 6. Það er alltaf einhver að fylgjast með payloadinu. Þegar hver metrinn alltaf skiptir máli på tíman sem þú endar með og svona. Hér sjáum við að höfðingjar eru að setja upp á hæggrándinu. Sigmaðinn hjá tröllum er svona svolítið ofalega. Rottweiler gæti alveg verið tekin út hér en hann næri hann að bakka, CND með honum. Nú eru þeir, það er sikkert pick í hvorum megin, það er 1 DPS sem hverju liði sem fellur. Orion tekur ELMAO og CND nær Finnsa. Höfðingjar eru í fylgdi stöðu samt sem áður, þetta fyrir aftan. CND gæti framtíð, nei, þeir ná að ressa hérna. Það kemur fram Dreki og Rottweiler nær picki og ELMAO með Orion. Tröllin eru núna með yfirhöndina, þeir ná og rissu líka. Íló fellur, Ottes fellur. Tröllin ná þessum fight og eru komnir í langa leiðina með þetta.
Mér sýnist þeir bara vera með free farm hérna á second point. Það nú ekki langt í að þeir komist, þetta eru 20 metrar sem við erum að tala gott fólk. Eru tröllir að koma tilbaka, ná höfðingjar að gera eitthvað, þeir eru með 4 ultimates tilbúin og eru að fá sjötta þetta í þessum fight. Tröllir með 3 tilbúin, þeir koma út mæns, stóran bomb fyrir þetta frá CNT, gott hérna flugs, hins vegar nær finnst ELMO nær hann, finnst með 2 picks hérna, Bobby líka komin út hjá þeim, CNT nær strandakopa, Orion nær hins vegar mynda í dólinu, Rottweiler nær finnst það, fór að leiðina fyrir þessi bardagi, CNT nær Optes, Orion fellur og þetta er búið, gott fólk, Mundi með risastóran bob þarna í lokin, tröllin voru aðeins á stór biti á Route 66 fyrir höfðingja, staðan er 2-1 höfðingjum í vil. ELMO með play of the game, þessi leikmaður náttúrulega bara eitthvað annað, kemur sterkur inn í sínum fyrsta leik, við hverju áttum að búast, ég bjóst ekki við þessu, en ég kvarta ekki, þetta er svakalegt, sjá þetta hjá honum, double pulse bomb, vinna fightinn, tekur sér monkey þarna í lokin, við sjáum það hérna, eða ekki. Samt sem áður, frábær frammistaða hjá ELMO, frábær frammistaða hjá tröllum. Þeir eru komnir tilbaka, gott fólk. Þetta er alvöru viðureign 2-1. Hvað fannst þér þennan leik, Ólafur? Ég var bara að nefna það að Sigma pickið hjá tröllum er hrikalega mikið vegt. Með það að gefa þeim extra survivability með skjöldunum og líka bara gefa líka bara meira damage allavega. Já, þetta er svo rétt. Með spamminu. Þeir lág líka, sko, þú sér það eins og þarna á second point, þá er Rottweiler svolítið að staðsetja sig frá liðinu sínu, þannig að ef hann lendir í vandræðum, þá kemur CMT á bolta með sitt mobility og næra að komast til hans og hjálpa honum bara nógu snemma þannig að hann fellur ekki, en hann er samt að viðhalda þessum þrýstingi á höfðingja sem hann var að vinna með þarna hægra megin á second point. Það er svo gott að sjá það að þeir prófuðu að fara af dífunni í ballkompinu sínu, völdu bara Sigma í staðinn og ég myndi bara segja að Rottweiler sé svona svolítið að taka þetta Sigma-duel við Elo á þessu mappi allavega. Þannig að það er gaman að sjá að tröllin náðu svona svolítið aðeins að breyta til, sjá hvort eitthvað nýtt myndi virka og hvað gerðist? Það virkaði. Akkurat það sem við vildum fyrir leik. Nú sjáum við að næsta map verður Lijiang Tower. Það er alvöru map til þess að taka í þessum fjórða leik á milli þessara liða. Munu tröllin ná að jafna þessa viðureign og við fáum hreinan úrslitaleik eða ná Exi bara að negla þetta niður núna og vinna viðureignina. Ég verð bara viðurkenna, ég hreinlega veit það ekki. Það eru bæði lið sem gætu unnið, ég peppa þetta alveg jafn mikið, ég er alveg viss að við fáum alvöru leik á Lijiang Tower. Spurning hvaða liðin ætla sér að gera í þessum leik. Við sjáum að bæði lið eru svona viðhalda sama starting line-up, þannig að það eru engar breytingar akkurat núna. Sjáum að byrjunarliðið er bara það sama og það hefur verið í seinasta leik. En nú förum við líklegast bara að færa okkur yfir á Lijiang Tower. Hvað finnst þér þetta map, Ólafur? Er eitthvað svona sem þú ert að búast við? Ég er pínu spenntið fyrir þetta map út af þessi 3 mismunandi map sem er á Lijiang Tower. Það er hægt að spila svo mikið af mismunandi komps. Einmitt. Mismunandi komps eftir líka möppum á Lijiang. Það er svo misjafn nefnilega. Já. Lijiang Gardens er fínt fyrir Monkey og Anna Ball og til dæmis og síðan er Anna Night Market, það er stórt strætt af því að TP á point bara að sitja þar. Einmitt. Það sem ég gerir ráð fyrir að ef Night Market þá mun að halda áfram á boltanum. Nákvæmlega, samanlegar. Ég hugsaði það svolítið með mér. Þetta er svona svolítið mappið hjá tröll. Þeir elska Lijiang. Þeir hafa spilað rosalega oft og eins og við vitum náttúrulega bara sem sjálfir leikmenn í þessu móti. Lijiang er náttúrulega bara að spila alltaf. Hvort sem það er skrimmið opinber leikur. Þannig að lið þekkja þetta mapp rosalega vel og það er gaman að sjá svona hvort lið er betur undirbúið frekar en meira undirbúið. Það er nefnilega, maður veit aldrei hvernig lið koma upp á móralinn að gera inn í þetta mapp. Af því að það getur bara, hver sem er tekið að sér sigur á þessu mappi. Þetta er svo rosalega opið, spila þetta allir langmest. Ég er spenntur að sjá hvernig bæði lið ætla að stilla þessu upp. Hér förum við inn í Lijiang Tower, Exi vs Tröll, staðan 2-1 fyrir Exi, 4. leikurinn í viðureigninni. Munu Tröll jafna eða eru höfðingjar að fara að klára þetta í þessum leik? Og við byrjum á Control Center. Við byrjum á Control Center. Þetta er nú eitthvað mesta rush map. Er það ekki, Óli? Jú, það er mjög oft spila rush með Junk eða Sim.
á þessu Já, mappi. Junk og Simmi eru nú rosalega vinsæl á þessu mappi og bæði liði eru nú alveg með spilara sem geta spilað þessar hetjur. Ég myndi nú alveg gera ráð fyrir Russi allavega svona til að byrja með, en maður veit náttúrulega aldrei hvernig þau voru búin að setja þetta upp. Hér sjáum við allavega liðin hjá Exi og hérna Tröllin. Exi er að taka það sem ég var að tala um. Þeir vilja líklega double shield rush comp hérna með Sigma í staðinn fyrir Dífu. Þeir eru með Doomfist og Sim eins og þú komst inn á. Að vera með Sim eftir á þessu mappi er rosalega sterkt. En að mér sýnist þá eru Tröllin að halda sig við það sem þeir elska. Það er þetta ballgame. Þeir eru komnir aftur á Dífu í staðinn fyrir Sigma og þeir eru með Ön í staðinn fyrir Sen. Og eins og oft að þeir Farmers. Mér finnst mjög sérstakt að taka Farmers á þessu mappi. Já, það er áhugavert til. Ekki segja að minn gæti ekki virkað, en það... Nei, það er erfiðara heldur en að mörgum öðrum verkefnum. Já. Sjáum hérna að höfðingir eru búin að ná hérna serverum og eru svona með stjórnarreita vinstra með við punkti. Þurfa Tröllin aðeins að hreyfa sig til og koma sér í stöður. Sjáum hérna að Trölladráp að spila þetta herfi. Elon nær snemma að pikka af ALNAO, þannig að nú eru þeir bara að rusha inn í Tröllin. Þeir eru með pikkið á þetta, náður einhverjum öðrum. Þeir eru svona ákveðin að berjast, CND næra að setja pressa á það, hann er orðinn rosalega low hins vegar, en þá ná Tröllin að snúa sig við, Mundi með pikkið á Orion og Rottweiler á strandaklópa, en Glópi tekur Trölladráp út af mappinu. ALNAO nær Finsa hins vegar á Doomfist, þannig að nú er CND að leggja pressa á tankana, Mundi nær Ottes, þetta eru bara Kaldi og Ilo eftir, en þeir falla báðir og Tröll virðast ná fyrstu prósentunum á Control Center. Þetta byrjar vel fyrir Tröllin. Erum við að sjá alvöru reverse comeback hérna hjá þeim? Já, mjög vel spilað hjá þeim með disruptinu að þeir eru virkilega að splitta fókusinni hjá höfðingjum. Við sáum þarna að höfðingjar reyndu að rusha svona inn í þá. Það var ekki að virka nógu vel. Tröllin eru svo fljóta að koma sér burtu. Nú eru hérna höfðingjar að leggja smá pressa á þau hérna. ALNAO og CND eru svolítið low, en þeir nano að föru hérna. Höfðingjar með window hins vegar. Þannig að nú kemur Farmer Brats, hann nær strandaklópa, nærar einhver fleirum. Og þeir ná Baptist líka, Ottes og Glópi, engin healerar fyrir höfðingja. Kaldi nær hins vegar Dífunni á Rottweiler, Ilo fer úr mekk hins vegar. Hérna er CND ennþá að smá pressu. En þeir ná ekki að pusha lengra, þeir mistu báða healerarna sína, það er of dýrkeypt fyrir flest lið á svona mappi og þá sérstaklega þegar þú ert að spila rush. Ilo fer út af mappinu til þess að resetta. Þetta er það sem við erum að tala, þegar þú ert með Reinhardt spilara í rush kompi, þá verður Lucio að vera með honum til þess að það komist hratt inn í óvinna liðið. Þegar Lucio fellur þá er þetta oftar en ekki bara búið spil. Og Finnsi fjall þarna svolítið snemma, þá var þetta eiginlega bara strax Tröllinum í vil. Hér eru höfðingjar að gera sér leið inn á punktinn og eru svona að leggja smá pressu á það. CND notar mines þarna inn í höfðingja, Kaldi nær svona að blokka slatt að þeim með skildinu sínu. Ilo er svona að byrja að færa sig aðeins meira til hægri, hann er að horfa á önuna hérna. Sjáum að Ilo er á stóru flanki hérna á Trölladráp, Finnsi nær Munda, en Orion fellur fyrir Rottweiler líka. Hér sjáum við að Dífanu alveg frekar nóg hjá höfðingjum, Ilo er að falla úr mekk. Hér kemur spray, nei, Rottweiler nær engum, Glópi nær Trölladráp, Finnsi með eiginlega, engir heals hjá Tröllinum akkur núna. Þeir eru búin að nota lampa í höfðingjum, þeir eru að contesta pointið, CND og Rottweiler ennþá að skafa upp þessar prósentur hjá liðinu sínu og þeir ná að mér sýnist í 90 og eitthvað prósent, 98% gott fólk. Það er höfðingja punktur. Þetta var nú ágætt að spila í höfðingjunum, en Tröll þurfa bara að vinna einn fight. Nú er spurning hvort þeir safna sér upp í ultimates eða hvort þeir ætla að pusha inn rosalega hratt. Hvað heldur þú? Það er góða metið það er stertilega retake af þeir, sérstaklega þegar þeir eru að spila föruna. Þeir geta virkilega splittað upp og fengið fix. Einmitt, það er akkurat það sem ég hugsaði, sko. Líka bara að, þú veist, þeir geti contestað pointið ógeðslega mikið og ógeðslega lengi. Það mun vera þeirra styrkleiki akkur núna. Þeir nano að föru aftur, Mundi er komin nano, strandaklópi hendir strax í bíl til þess að halda þeim á lífi. Það er að koma fullt af últum inn, Finnsi með Væsöp, en Mundi er ennþá nanoaður, nær Ottes og hér kemur þetta bara, Mundi og CND báðir með sín picks, Ilo hendur úr bombinu, en Mundi, það er huge sprengja hjá Ilo, nær hérna tveimur fyrir þá, er þetta enda á lífi, vonin hjá höfðingjum, náður að halda þessu, þeir eru líklegast að tapa þessu hérna, Mundi er bara svo frýr á förunni, þegar að Mundi fer á föru,
Þeir eru samt að ná toucha hérna, þegar kemur Tracer inn, Mundi hendi í Taraj, en hann er orðinn svolítið low, fær samt heals, og er þetta bara spurning um contestið, Ottes fellur strax, þeir koma Mines frá CND, Kaldi er ekki að ná að lifa, Glópi næri svo aftur trölladráp, þriðja bubbið þessi í leiknum á trölladráp, þannig að það er spurning, en hann fellur samt sem áður, þeir kemur Hænung, en það nær engum. Mér sýnist þetta að vera að klárast hérna fyrir höfðingjana, eru tröllin að taka control center, mér sýnist það, og Mundi nær næst síðasta pikkinu með ALMO, 1-0 fyrir tröll á þessu mappi, control center fyrir þá. Hvernig fannst þér þetta ránd, Ólafur? Þetta var mjög vel spilað hjá tröllum upp á það að þeir eru virkilega að gera erfitt fyrir höfðingja eða exi að fókusa niður targets og rusha á þau. Það er spurning. Eiginlega einustu pikkin sem þeir fengu í þessum leik var það að þeir búpuðu trölltaf á mappinu. Einmitt, það er einmitt spurning sko hvort að Exi vilji breyta eitthvað til. Þetta er að reynast en erfitt að rusha inn í disruptið hjá tröll. Spurning hvernig þeir vilja leysa það allavega. Við sjáum hérna að tröllin eru ennþá á ballkombi, þeir eru komnir með Roadhog í staðinn og Mundi er á Kree, Coldcasting segi ég, og Egillar er færður yfir á Lucio, ALMO og Tracer. Sjáum hérna að höfðingjar eru að vinna með Monty Divacom, með Sompu og Pharmercy og Ottes á Unu. Sjáum hvernig þetta er gott fólk. Hér er næsta ránd að byrja. Sjáum hérna að CND er hakkaður af Orion. Orion er hins vegar orðinn low og Rottweiler og ALMO báðir með pikk hérna. Þetta eru stór pikk í byrjun leiks. Þetta er akkurat það sem þeir þurfa að passa sjá með Rottweiler. Hann er svo góður Roadhog spilari og Elo fellur líka til Egilsara. Þetta er líklegast búinn þessi fight, þeir þurfa að bakka út höfðingjar. Þetta er það sem þeir eru að treysta á. Það eru þessi early kills hjá Rottweiler og ALMO sem skipta máli og þá ná þeir bara að hreinsa til restin af höfðingjum. Akkurat það sem þeir voru vonast til með þessi Roadhog hjá Rottweiler, frábærlega spilað. Þér sjáum við höfðingjar fara inn vinstra megin, þeir eru að reyna að komast inn. Kaldi er húkkaður af Rottweiler en kemst út. Nú eru þeir að færa sig hérna á punktinu hérna, höfðingjarnir. Þeir eru að setja pressa á þá. CND er á báðum healerum hérna. Annan þeirra er low, Ottes er alveg einn. Þeir ná honum, en tröllum flettir líka. Það eru picks báðum megin, Orion og Elo. Þeir eru nánast jafnir á pickum hérna, bæði lið. Sjáum að Egillar er ennþá til þetta punktinu hérna. Egillar nær finsa síðan. Þetta er gott pick, Lucio á fjörum, maður sér það ekki oft. En eru höfðingjar ná að stála, mér sýnist ekki. Þeir falla hérna, báðir taka til Orion hins vegar nær Egillara. Það er mjög áhugavert að hann skuli falla svona í þessu fight, en tröll ná að halda punktinum og þeir eru ennþá að tikka í prósentunum komnir í 45%. Hvað eiga höfðingjar að gera til þess að 40% gegnum? Hvað finnst þér? Þeir verða að ná að setja upp gott dæmi með þessi EMP sem þeir eru með. Já, nú eru þeir komnir með þetta EMP. Þeir þurfa svolítið að stuðla því að taka til sín séu komnir fyrir þegar hann EMP-ar. Við sjáum að ALMO er að setja pressu á Brick og Unu hjá þeim. Hann er að trufla það rosalega mikið. Fer út pulsformin er því. Risastórt EMP, Mundi er low og fellur. Lucio þeirra er ennþá hakkaður. Þeir ná tveimur pikkum þetta, standa til annan pikk á ALMO. Elo fær þetta nanoið. CND fær líka nano frá trölladráp. Egillari nær Kalda en Elo er bara on a rampage. Þú veist, þetta er bara Elo í sinni skil að gera sína hluti. Þú veist, oft þetta er bara sem, þú veist, lumólfur, sullólfur, einhvers konar ólfur. Hann er æðislegur, samt sem áður. Hann Elo með frábært í þessum bardaga. Þeir eru komnir með punktin höfðingjar og þeirra prósentur byrjaðar að tikka. Sjáum hvernig þetta fer. Tröllin eru svona byrjuð að safna sér saman hérna aftur og er að færa sig þarna hægra meginn frekar, það fari gegnum hvítaherbergið. Þeir vilja frekar fara þar heldur en að brúna og er að passa sig svolítið á bryggjunni þeirra. Strandaklúbbi er svolítið að ná í picks, þeir eru að spila mjög vel. Hér er Mundi, hann er slípaður, frábært hjá Ottesson á þessu, fellur hann líka. Það kemur út beat frá Egillara, það kemur út diabomb frá Elo, nær Egillara, risastór bomba, Mundi tekur út Finsa hins vegar. Þetta er rosalega jafn fætt hérna, náður einhverju fleira og Strandaklúbbi aftur með ALMO. CND er að fara að fatta þetta, já, Elo heldur bara áfram, hann er bara on a rampage, Mundi fellur fyrir Orion og höfðingjar vinna þennan fight líka. Sjá hérna Elo, hann er að leggja svo mikla pressu hérna á liðið. Hann hins vegar fellur hérna að Elo að sjá þetta frá Rottweiler. Þetta var bara frábærlega að spila hjá honum. Hann nær Elo hérna út af mappinu, þráttur við þetta fight. Þetta var nú alveg lítið og Orion er orðinn low, þeir eru ennþá að kasta þetta tröllin. Nú eru úts að koma út og þetta báði megin. CND er að henda í mindsetinn, nær hann Strandaklúbba, nei. Kaldi er með primalinn inni, tröllin er orðinn low, Finsi nær í pick á Munda. Tröllin eru ennþá að reyna að viðhalda smá pressu hérna, CND er inni, Kaldi enn og aftur í primalinu sínu, nær trölladráp. Nú eru tröllin í smá vandræðum hérna, ALMO er á miðjum punktinum, gæti fallið og Elo
enn og aftur. Þessi leikmaður er náttúrulega eitthvað annað, gerir ekkert annað en að spila frábærlega. Þetta er ástæðan fyrir því að þessi maður er fyrirliði í þessu liði. Hann er svo svakalegur í þessum tölvuleik að sjá þetta frá Elo er frábært. Nú eru höfðingjar með smá yfirmyndirna. Tröllin þurfa nú aðeins að rífa sig þetta. Það er Issa í frá Orion. Þeir koma djúpt inn, náður að lifa þetta af. Þeir eru hérna spæsja og það er ekki stífar þarna hjá þeim, tröllardráp. Þeir eru svolítið lífið, Rottweiler hendur í Diabomb til þess að halda mekkinu sína þegar það dakkur úti. Nú þurfa höfðingjar að retvíta á punktinn. Þeir ná CMG eins og það, Finsi og Elo. Þeir eru með picks. Þetta er þetta að fara hérna, þeir eru með þetta bryggult inni, Egillar á því, Mundi nær tikki á strandaklópa. Stór bomb frá Elo, nær trölladráp. Þetta eru Mundi og Egillari og Rottweiler enda á punktinu. Rottweiler hlýtur að falla, já. Egillari nær hins vegar Ottesen er aftinnetar. Þeir falla báðir og mér sýnist GMD ná að kontesta þetta. Þetta er endað í gangi. Náður að halda sér á lífi þannig að fleiri komast á punktin. Nei, höfðingjar virðast vera að ná þessu. ELMO nær kontesti, en höfðingjar eru bara of mikið á punktin. Þeir eru of margir saman. Það er endað einhverjum kontesta og þetta er búið. Það er 1-1, höfðingjar taka þetta ránd. Þetta var ekkert smá rándólar. Ertu ekki að grínast? Tek samt eftir því leið að þeir missa föruna úr compensationu sínu, þá eiga þeir miklu erfiðara með því að splitta. Þeir eru ekki að ná að splitta attentioninni hjá Exi nú mikið bara með Tracinu. Það var mun léttara fyrir Exi að fókusa niður target, fókusa niður CMG. Einmitt. Sáum það einmitt svolítið að sko Exi gerði sér svolítið grein fyrir því að þegar að þeir ná í picks, kannski í baklínunni, þá er CMD rosalega fljótur að koma sér inn í þá sem er að gera þetta damage til þess að mynda að trufla þá. Það er svo flott að sjá leikmenn eins og strandaglópa að ná svona stunts á CMD þegar hann kemur algjörlega out of nowhere. Það sýnir bara leikskilning þessa leikmanna, þeir geti tekið eftir. Hér sjáum við að bæði lið eru að vinna með svona svipakomni og að Mundi er aftur komin á föruna á ELMO og á Soldier, annars eru liðin svolítið óbreytt. Hérna sjáum við að höfðingjarnir eru að leggja meiri pressu á tröllin. Tankarnir eru komnir djúpt inn, Kaldi og Elo setja pressu á þessa þrjáðarna sem eru uppi, trölladráp ELMO og Rottweiler. Þeir ná eins og að hörfa, Elo nær CMD, enn og aftur, Elo með gott pick þarna á tröllin. Já, Mundi er hakkaður, hann getur ekki flogið, þannig að nú þurfa þeir aðeins að hörfa og taka sér gott positioning hérna. Nú sýnist mér höfðingjar ná punktinum og fyrstu prósenturnar eru þeim í við. Tröllin eru hins vegar að færa sér nær og nær punktinum til að leggja pressu á það hérna, en höfðingjar er að ná að viðhalda sinni staðsetningu og svona passa upp á hvern annan. Elo er að fara djúpt inn, kemst tilbaka. Mundi er að gera svakalegt damage hérna, komin í 94% ákvarðast, nær strandaglópa, nær hann að gera eitthvað með þetta parat, þeir ná hins vegar CMD aftur, ELMO fellur, Mundi nær kikki, en nær engum með paratinu, Finsi hins vegar, nær honum niður, Egillari ressa CMD, Orion nær svo Egillara, þá er CMD hakkaður, Kaldi fellur hins vegar fyrir Rottweiler sem er með nano frá trölladráp er Elo, Orion tekur CMD, þeir eru á báðum áttum hérna, Rottweiler er ennþá á punktinum, þeir kemur últið frá Finsa á Soldier, hann nær hérna Rottweiler, Mundi nær Finsa og strandaglópi fellur og trölln á punktinum. Það er bara svoleiðis. Þetta er akkurat það sem þeir gera, þeir kunn presta punktina meðan fætin er í gangi og enda því að ná honum. Kaldi er að reyna að pirra það með því að taka smá af pointinu, en Egillari nær að kontesta hérna. Elo tekur CMD enn og aftur, CMD moment segi ég bara. Þetta eru núna höfðingjar á punktinum, ná ELMO líka, Finsi með pickið. Nú eru höfðingjar djúpt inn, Rottweiler nær hins vegar Kalda, Rottweiler eru á lífi ennþá. Finsi tekur Egillara og nú er Rottweiler að fatta að kemur þetta bryggur. Já, CMD með mines hérna, þetta er nú alveg eitthvað, hann er að búa til gott pláss, þeir eru ennþá með punktinn, Elo tekur trölladráp og þeir ná punktinum. Nú þarf CMD að komast út eða deyja, annars er hann bara að stála hérna, Mundi og CMD falla og höfðingjar eru komnir yfir 50%. Nú verða tröll aðeins að hugsa hvað er alltaf að gera. Þetta gæti klárast allt á 30% að leik. Nú verðum við að sjá, CMD er komin yfir á Aban og Mundi er með pulsbomb. Nú hljóta tröllin að reyna svolítið að farma þetta nano hjá trölladráp þannig að þeir geti engageað með nanomonkey. Höfðingjar eru með 3 ultimates tilbúin og er að fá TNT. Þetta lítur nú betur út fyrir þá. Sjáum að tröllin eru að leggja núna smá pressu á punktinn. Finsi fellur strax. Þetta er gott pick fyrir tröllin. Þeir nota eins og að nanomonkey höfðingjar og þeir kemur bombar frá Elo. Mundi nær eins og að Ottes. Rottweiler með strandaglópa. Nú eru tröllin með yfirhættina hérna. Kaldi fellur líka. Nær Elo eitthvað að testa upp í 90%. Já, þeir ná að halda sér eitthvað á lífi. ELMO og CMD ná að halda Elo í sameiningu.
hér er Filiz að reyna að testa upp í 99% sitt. Þeir eru komnir í 95, það spurning hvað ná, 95% er niðurstaðan og nú þurfa Tröll að halda þetta út. Nú sýnist mér höfðingar ætla að treysta á EMP og þeir eru með Primar þegar þess þarf. Ætli þeir noti EMP Tactical Visor eða hvað ætli þeir gera? Þeir verða bara allavega að reyna að komast í veg fyrir að Egilari nær að koma í rally. Já, það er nefnilega svona megin hlutverki, sko. Þeir sjáum við með að þeir eru svona í þessu áframhæðingarni. Hér er CMD með Nanomonkey kominn inn, akkurat eins og við töluðum um. Þetta er stórt, oftast fellur. Þeir ná allir reyndar á CMD en það er í lagi, hann er öruggur þarna. Það er heals frá Trölladráp. Nú er Egilari kominn í Briggulti sitt og þeir eru með Primar Race eftir smá og ennþá með Pulsebomb. Nú eru höfðingjarnir sem var að nálgast líka Briggult og þeir eru með Tactical Visor, EMP og Primar Race. Þetta verður smá ultimate loka fight eins og við höfum séð í þessari viðurgáðu líka. Hvernig ætti þetta að fara? Það er stóra spurning. Hér er CMD kominn inn og hér kemur EMP, þetta er risa EMP, þeir ná CMD og Munda. Nei, nú eru Tröllir í vandræðum, nú eru höfðingjarnir að leggja allt á borðið, þeir fara ógeðslega hrattinn, þeir eru með 2 picks, þeir eru komnir á punktinn, Rottweiler er í vondum málum og hakkaður, hann dettur niður líka og fellur, hér er Kaldi með pikki og þeir eru á punktinum, þeir eru gjörsamlega að meta þetta höfðingjarnir, nú þurfa Tröllin að grúpa upp og treysta á touchi þetta, þeir ná eins og Optes, þetta er stórt pikk, annan hjá höfðingjum fellur, nú eru þeir komnir á punktin, þetta er 99%, þetta er alvöru loka fight, ég vil sjá ultimates, Elimi á nær Elo og það er risa pulsebomb þetta frá Munda, þó hann falli sjálfur, Tröllin er að vinna þennan fight, Egillar og CMD ná strandaklúpa Elo og Trölladráp nær síðan Kalda, mér sýnist Tröllin vera að ná þessu. Er overtime að renna út, eru Tröllin að jafna þetta, það er 2-2 gott fólk, þetta er alvöru viðureign, Tröllin ná að koma tilbaka eftir að hafa lent 2-0 undir, þetta er svakalegt, ég á ekki til eitt auka tekið orð. Hvað fannst þér þetta, Ólafur? Hvað getur maður sagt þetta? Þegar komið inn? Ég er orðlaus yfir þessu, þetta er bara akkurat það sem við vildum. Þetta er bara, þú veist, já, við minna alveg fyrir 99%, liðin er að leggja allt í þetta, mettaðurinn er svakalegur, ástríðan skín alveg á skjánum hérna hjá mér og ég er bara á ekkert nýtt sem ég get sagt en bara ég sé sjokkeraður yfir þessu. Staðan er 2-2 gott fólk, Tröll á móti Exi, við erum að fara í úrslitaleik það að vinna opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Óli, gat úrvalsdeildin byrjað sterkar en þetta? Ég bara spyr. Ég verð bara að fá mig lúr, sko, þetta er bara mikið. Já, þú veist, hitinn á líkamannum akkurat núna er svakalegur, sko. Menn eru bara alveg, menn er að lifa sér svo mikið inn í þessa skemmtun sem við erum að fá hérna á skjánum hjá okkur að þetta er alveg svakalegt. Ég á bara ekki til eitt auka tekið orð, þó, sko, ekki meira sem sagt. En nú er að sjá hvað loka mappið verður. Þetta er úrslitaleikur. Þetta er leikur upp á hver vinnur opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Þetta eru bragging rights, það er allt undir. Nú er spurning hvaða lið skellir sér á toppinn fyrst af öllum í sterkustu overwatch-deild landsins. Nú fáum við að sjá hvernig þetta endar. Það er spurning hvernig þetta endar. En við höfum eftir að sjá hvaða liðin vilja gera og hvaða mapp þau vilja vinna með, hvort það verði einhverjar skiptingar eða ekki. Meðan við bíðum, þá er kannski gaman að tala það, að við minnum á leiki næstu helgi, eða sérst núna helgina, að á laugardaginn þá verður sérst leikur Exi Academy á móti Berserkjum Bifrjastar klukkan 6, sem er þá opnunarleikur opnudeildarinnar. Og beint á eftir honum verður síðan klukkan 8 leikur Atgeira Hlíðarenda og Musteri Stykkishólms sem er alveg jafn stór viðureign og þessi leikur hjá okkur í dag. Þannig að að gera að setja reminder í símann, vera búinn að kaupa smá munchies og kannski eitt kaldan ef fólk hefur alltaf til og skella sér fyrir framan skjáinn á laugardaginn. Það verður alvöru veisla. En þá spurning, Ólafur, nú er staðan 2-2. Hvað finnst þér að liðin ætti að gera núna? Er eitthvað sérstakt sem þau ætti að prófa? Eiga þau að taka áhættu? Eiga þau að spila þetta safe? Það er mikið undir eins og við vitum öll. Hvað finnst þér? Fer vantilega eftir mappið sem við erum valið, en mér finnst allavega að þeir geta spila, að Tröll geta spila aftur inn í þessa föru. En sko bara... Ég sammála því, sko. En þú veist, eins og ég segi, þetta er svolítið svona hvað vilja liðin gera, hvort vilja þau taka smá áhættu,
prófa eitthvað sem þau gera kannski ekki svona alltaf eins og í þessari viðureign, eða vilja þau halda sig við svona sitt öryggis teamkomp, spila þessu svolítið safe og treysta bara á að þau geti haldið þetta út. Af því þetta er náttúrulega ekkert grín að spila á móti liðum eins og Exi og Tröll. Þetta er bæði risalið, bæði lið í bestu deild í Overwatch á landinu og eins og ég segi, allir leikmennir inn á geta komið með svakalega framistöðu og gjörsamlega unnið leikinn á eigin vegum. Það er svakalegt. Hérna sjáum við að liðin eru að ákveða sig á hvaða mapp þau vilja fara næst. Nú er staðan 2-2, þannig eins og ég minni ykkur á, þetta er úrslitaleikur. Þannig að það er allt undir í þessum leik, öll þessi viðureign, það eru margir hlutir undir og síðan ætla að fá að heyra hvaða liðinu finnst í viðtölum náttúrulega eftir leik og allt svoleiðis. En ég á von á alvöru leik. Hvað heldur þú, Óli? Verður þetta ekki alvöru barátta? Það getur ekki annað verið, þið getur ekki spilað svona spennandi leik og segja verður síðasta mappi að rúlla einu liði. Já, ég mitt hugsaði þetta alveg eins, ég hugsaði strax sko, tröllin eru komin svona langa leið tilbaka, 2-0 undir og staðan 2-2, þeir taka það væntanlega ekki mál að tapa þessu síðan og á sama tíma, Exi komst 2-0 yfir, þeir taka það ekki mál að vera reverse svipaðir. Þannig að það er spurning hvort liðinu langar í þetta meira og hvort liðinu mun koma sterkara til leiks á þessu mappi. Þú nefndir að þeir fengu fyrstu 2 mappin Exi. Ef við tala síðasta season, þá endið þeir einmitt deildina á því að verða reverse sweepaðir af Silfur. Já, einmitt, við höfum séð reverse sweep áður í leik hjá Exi. Þeir þurfa að passa þetta, af því að þeir hafa alveg hæfileikana til þess að halda þetta út ef þeir hafa hæfileikinni að komast yfir. Nú er bara spurningum að vera skipulagður, halda rósinni og treysta á sinn leik frekar en að byrja að panika og hugsa í hinu liðinu. Það er svona það sem mér finnst að Exi ætti að gera. Að því sögðu, þá er allt í höndum tröllana akkurat núna. Tröll hálfdánahurðar gætu náttúrulega bara gert eitthvað mjög skemmtilegt á næsta mappi og bara, þú veist, gjörsamlega sweepa þá í þessu mappi. Þannig að það er eiginlega bara svona annað hvort sem að ég myndi giska á. En, nú eru liðin hérna eins og ég segi að ákveða svona á hvaða mapp þau vilja fara. Það verður gaman að sjá svona hvort þau velji eitthvað fyrir okkur aðdáendurna eða hvort þau velji eitthvað taktikal fyrir svona úrslitaleikinn. En á meðan við erum að bíða, gaman að segja frá því að þessi lið náttúrulega eru 2 stór lið í þessari deild og eins og ég hef talað oft áður, þá eru hver einasti leikmaður inn á þekktur fyrir að vera einn af þeim bestu í því sem þeir gera. Og allir þessir leikmenn hafa mikla reynslu í almenna bikarnum og hafa rosalega reynslu í akkurat því að vinna leiki svona upp. Og eins og við höfum oft talað áður, að allir þessir leikmenn inn á, þeir hafa allt í sér til þess að gjörsamlega rústa leikjum upp á eigin spýtur. Það er bara spurning hver það verður í þessum úrslitaleik af því að nú höfum við séð menn á borð við Finsa, Elo, Kalda, Strandaklópa, Orion, Ottes, allir í höfðingjum. Og alveg eins með Tröll, Rottweiler, CMD, Mundi, ELMO, Egillar og Trölladróp hafa allir tekið moment í þessari viðureign af því sem við höfum séð þar sem þeir nánast gerðu teamfightin upp á sínar eigin spýtur. Spurning hvernig úrslitaleikurinn fer, þannig að við erum ennþá að sjá hérna hvaða mapp liðin vilja spila, en að mér sýnist þá gæti verið að við séum að fá alvöru veislu hérna í úrslitaleik. Það er spurning hvaða liðin vilja gera, en mér sýnist liðin vera að sætta sig við Kings Row. Það væri áhugavert take. Það er úrslitaleikur finnst mér. Þannig að ef að Kings Row verður valið, þá erum við in for a treat. Gott fólk, ég get alveg sagt ykkur það. Hvernig er það, Ólafur? Heldur að ef þeir fara á Kings Row, ætli bæði lið hendi í Rush Comps? Pínu vel segja, en Tröll eru pínur svona disrupt one tricks með það að það er aðalkompið þeirra. En þeir hafa alveg í sér að taka út og púla út rushið. Einmitt. Og það kæmi ekkert óvart ef þeir myndi vinna þá í Rushmone í voninu, en Já, við náttúrulega verðum líka að gera okkur grein fyrir því að bæði þessi lið, þó að þau náttúrulega spilir Rush rosalega vel, þá velja þau yfirleitt eitthvað annað en Rush fram yfir Rush. Við til dæmis í Bölvin þekkjum Rush náttúrulega betur kannski en aðra því að það er mestmegnis það sem við spilum oft. En
þeir eru ekkert jafn svona gjarnir á að fara í það af fyrrabræði. Þeir gera það kannski oft til þess að mirrora hitliðið eitthvað svoleiðis, en við vitum að tröllin eru meira fyrir Disrupt og höfðingjar eru kannski aðeins meira fyrir annarkvort Monkey D. Dive eða Double Shield með Orisa Sigma. Þannig að það er spurning hvort að Kings Row muni eitthvað, þú veist, vilja taka einhverja sjansa og prófa að hendi rush á ekta rush mappi eða hvort þau vilja halda sig við bara það sem að þau kunna og gera best og vita að þau gera best. Það finnst mér eiginlega að vera svona stóra spurningin. Þannig að það verður gaman að sjá, við vitum að til dæmis eins og með Elo hérna og Kalda, þeir eru nú báðir góðir á Monkey Diva og svoleiðis, en við vitum að Elo er svakalegur á Sigma og Kaldi er svakalegur á Rissu. Alveg eins með CMD og Rottweiler, þó að þeir séu frábærir á Divu eða Sigma og Ball, þá eru þeir líka frábærir á Divu og Rein eða Zarya Rein. Þannig að, þú veist, það er spurning svona hvernig þeir vilja eiginlega vinna með þetta upp á tank lineups, af því að, sem ég segi, bæði lið gætu hendi í öll teamkom sem okkur dettur í hug. Mér sýnist allavega liðin vera svona nokkurn veginn sammála þetta, hvað þau vilja gera. Það er eitthvað svolítið efins að þetta er náttúrulega eins og ég segi, þetta er úrslitaleikur, það er mikið undir þetta, það þarf að vera gert rétt og þarf að pæla vel í þessu, en nú sjáum við bara hvernig liðin vilja hafa þetta þegar þau eru tilbúin. En eins og ég kannski minni á það núna að liðin hjá báðum liðum eru XC með Kalda, Elo, Finsa, Orion, Strandaglópa og Ottes. Tröll eru með Rottweiler, CND, Munda, ELMAO, Eilara og Trölladráp. Það eru engar breytingar akkurat núna á liðinum fyrir þennan úrslitaleik sem er svo sem ekkert óvænt, myndi ég segja persónlega. En það sem er nefnilega það sem er svolítið áhugavert við þetta er að það var breyting eftir fyrsta leik hjá Höfðingjum, en þeir hafa ekki fundist þeir þurfa að skipta aftur eftir það. Það er spurning hvort það sé einhver ástæða fyrir því, hvort það sé taktísk ástæða eða hvað það sé, sko, því að við vitum nú alveg að Realm 9 sem spilaði fyrsta leik er svakalegur Tracer-spilari og Tracer er eitthvað sem að langflest liði eru mjög mikið að spila. Þannig að spurning svona, af hverju þeir vilja ekki kannski prófa að nota hann meira? En maður sjá, hérna er þetta, nú erum við að sjá liðin er að ræða þetta sín á milli, en á meðan að við erum bara að bíða og við náttúrulega bara tala það eins um þessa leikmenn. Við vitum nú að Finsi er líklegast besti leikmaður landsins í Overwatch, samkvæmt helviti mörgum allavega. En að því sögðu, það er sko munurinn til dæmis á ranki hjá öllum þessum leikmennum er ekkert svo rosalega mikill. Það eru svo allir leikmenn inn á núna sem eru í Masters rank eða ofar og hafa verið þar allavega í góðan tíma og eru svona í hærri röngum á Íslandi allavega. Og þannig að við erum að tala að þetta eru svona þessi tvö kannski hæst rated lið í deildinni fyrir utan kannski Böðla og Atgeira segi ég. En það verður gaman að sjá einmitt svona risalið með svona góða leikmenn þurfa að fara í eitthvað svona alvöru úrslitaleik. Þar er pressa alltaf langt mest, þar er þetta rosalega, eins og ég segi, mikið undir og þar er spurning svona, þú veist, hvort er að duga eða að drepast. Það er nú aðalmálið. Það verður þess að vali Nepal sem... Já, þeir virðast að breyta eins mapp hérna. Látum okkur sjá. Já, þeir virðast vera að fara á Nepal. Það er sem sagt control map í 5. leik sem eru einhvers konar svona bráðabirgðaleikir bráðabannaleikir eftir það og svoleiðis. Þar eru yfirleitt control map spiluð og þeir eru að velja Nepal hérna sem verður þá mappið okkar fyrir næsta leik. En það er spurning sko hvernig þau vilja síðan setja þetta upp þá á Nepal. Hvað heldur Ólafur? Munu liðin þá ekki frekar kannski halda sig við sín teamkomps frekar en að taka áhættu á Nepal? Það er nú ekki rosalega auðvelt mappi að taka áhættu á, finnst mér allavega. Hvað segir þú? Sko, þeir geta allavega upp á trölla, þeir geta alveg 100% tekið út förina aftur. Allavega á Village og í Sanctum. Og Sanctuary líka náttúrulega. Já, það virkar alveg bara mjög vel á öllum möpunum. Einmitt. Það verður áhugavert að sjá hvort mundi haldi sig við förina, en mér finnst nú alveg svolítið líklegt að höfðingjar hendi í Double Shield hérna ef þeir fara á Sanctuary allavega fyrst. En það er spurning hvort þeir vilji fara á Monkey D. Dive þegar þeir eru einhvers staðar annars staðar, af því að þú veist, þeir eru rosalega mikið að vinna með það að Strandaglópa og Otter séu svolítið saman sem Brig Anna og Kaldi og Elo passi svolítið upp á hvern annan. Þeir eru að gera þetta svolítið vel að fara ekki fram úr hver öðrum og vera svona caught out einir eins og hefur verið kannski algengari hjá tröllunum í þessum leik.
Þetta ekki svolítið sammála því? Jú. Þannig að verða bara að passa, ekki missa tankarina fyrst og Einmitt. Ég held að það sé einmitt mikilvægast af þessu öllu er að tröllin sé ekki að missa tankana sína of snemma og ef að það gerist að höfðingjar kapitulasa á því eins vel og þeir geta. Þeir þurfa að vera hraðir af því að tröllin eru svo svakalega góð í því að halda sér á lífi ef þeir eru til dæmis out-disrupt sem þeir náttúrulega elska. Og þegar CMD eða Rottweiler eru til dæmis teknir út rosalega snemma þegar þeir eru að overextenda, þá ná samt einhvern veginn Egillari og Trölladráp og fleiri að halda sér á lífi skuggalega lengi. Þannig að CMD ábalta kemst rosalega fljótt aftur finnst mér. Þannig að Exi þarf að vera aðeins fljótar að átta sig á því að þeir geti kapitulasa á kannski einhver svona stóru pikki eins og main tank til þess einmitt að bara valta yfir baklínuna hjá tröllin. Og mér líka virkilega í það sem Exi að spila, þetta náttúrulega það sem við búlum að taka rushið með meir sim og væntanlega þá setja upp á punktinu. Já, þeir vilja líklega fara sem fyrst á punktinn og halda þar inni. Við sjáum hins vegar, nú þekkjum við það vel í Bölvun líka, að tröllin eru með sitt tímkombjalla með Ball Sigma, Sen Mercy, Pharah Ashe, þannig að þeir munu geta truflað á mikið á punktinum þó að þeir komist þangað. Og sjáum við að höfðingjar eru að setja upp á punktinum, en tröllin eru að reyna að viðhalda smá pressu hérna á þá. Punkturinn opnar eftir núna 10 sekúndur, þannig að þurfa tröllin svona svolítið að koma sér inn og trufla höfðingjana. Við vitum að Mundi ég þá hægt að læra að spamma einhvern dæmis og Ottes fellur. Þetta ákaflega það sem ég var að tala Mundi með risastór pick strax í byrjun. CMD nær líka Orion. Þetta risastór frá tröllinum. Kaldi eins vegar nær Rottweiler, þannig að þeir eru ekki með Sigma. Mundi nær síðan Elo líka. Þetta nákvæmlega það sem við erum að tala Mundi á förinni fyrir ofan punktinn. Þetta allt of hættur til skiljan eftir. Finnsi fellur líka. Nú þetta víst bara Kaldi og Strandaklópið á punktinum. Strandaklópið hlýtur að falla líka. Já, CMD og ELM og sjá þetta seinustu 2 höfðingjum og punkturinn og fyrstu prósedurnar fara til tröllana. Þetta var vel gert hjá tröllumóli, ekki sammála því. Það að splitta upp fókusinn hjá þeim á báðarhöfðunar virkilega vel gert og einmitt, sjá þarna Munda einmitt fljúandi vinstra megin og CMD og Rottweiler að pússa svolítið hægra megin, sjá það að koma báðum áttum, þetta rosalega gott að þeir eru með svona gott eins og Exi voru með að það verður að vera svo mikið saman, þeir verður að vera náða okkur. Þeir sjáum við hins vegar að þeir eru búin að skipta upp tímkombinu sínu, komnir á Monkey Diva og Önu aftur Exi segi. Hér kemur Mundi með bara nær báðum support-eitunum í Exi og eiginlega með nær Orion. Finnsi hins vegar tekur 2 picks hérna en nær ekki meir en það. Þannig að tröllin ná að halda punktinum, komnir í 40% og heldur áfram að tikka. Hvað verða höfðingjar að gera hérna núna til þess að komast inn? Þeir þurfa eiginlega að fá punktin sem fyrst í staðinn fyrir að geima það á síðustu sekundu og taka loka fight þar sem tröll geta bara safnað í útlits. Sammála? Þeir verða líka að passa það að ekki skilja báða sportinu sína eina eftir á bakvið. Mundi nú stórhættulegur. En sjáum við, Fluxi kemur út. Exi konur með 2 picks, Mundi nær eins og að Strandaklópa. Rottweiler nær Kalda, þetta lífjafnt eftir picku. CMD kemur þeim í yfirturina með pickin á Ottes. Nú þurfa höfðingjar að komast út. Elo hérna brettur líka, Finnsi nær eiginlara. Þetta svolítið erfitt fyrir Exi hérna að komast inn þegar þeir missa mann svona snemma. Þeir þurfa aðeins að passa sig. Nú kemur að loka fætinu. CMD með Mines, Egillar og Tröllnótt með sín ultimates. Mundi að nálgast Barrage. Exi eru hins vegar með Pulse Bomb og að nálgast Beat hjá Strandaklópa, Nano hjá Ottes og Diva Bomb hjá Elo. Þeir þurfa að nota þessi vel. Nú Mundi ennþá að leggja pressun á þeir hérna. Finnsi orðinn svolítið low, komið með Pulse Bomb, nær að nota, nær hins vegar engum. Egillari hendur út í Marsjúr. Nú sjáum við hvað gerist, einhver tricks komið inn, Elo nær einhverju, nei, hann forsamt út í Trölladráp. Þetta alveg fight, Orion fellur fyrir Rottweiler, það kemur Beat út frá Strandaklópa, Mundi Barrage, Ottes fellur fyrir Trölladráp. Trölladráp bara að rífa sig í gang, Finnsi og Kaldi með 2 picks, þetta ennþá í gangi. Fightinn risastór og Finnsi með annar pick og þeir ná punktinum. ELM hins vegar með 2 picks hérna, risastór, Kaldi heldur áfram að drepa þá.
en hann virðist alltaf falla hérna og þeir ná punktinu strax aftur. Nú Orion kominn inn, nær að testa, nær ELMO, nær hann CMP líka. Nú þetta bara spurningum Sombruna, hversu sterk hann hérna? Hann bara einn, Mundi og Egill eru komnir aftur, höfðingjar eru hins vegar að tínast aftur inn, þeir eru komnir á punktur og ná að halda þessu, Finnsi nær CMP, þetta virðist vera að vinna, þetta fyrir XI Esports, þeir eru komnir við punktin aftur og Tröll aðeins að bakka út og regrúpa og svona, Mundi ennþá reyndar djúpt inni, Egill heldur honum á lífi þannig að þeir eru svo sem öruggir núna en þeir þurfa að passa sig, þeir vantar nokkur kólkastindi núna og Zenyatta hjá þeim ekki komin inn í fætin. Þeir eru á punktinum CMP að reyna að fossa punkt. Nú kemur Flugs frá Rottweiler, hann nær dífun í það. Nú koma nokkur út með þú, Mundi hakkaður, Orion nær Egilana. Nú Mundi ekki með Mercy með sér, nær hins vegar Kalda og annan fellur fyrir ELMO. Orion nær honum, Elo drepur hann og ELMO nær hins vegar strandaklópa í hænum. Þetta risafætt, það allt undir. Nú eru nokkrir eftir, þetta getur farið á báða vegur. Nú Tröllir á punktinu, Orion á punkti, hann nær að hans það geta út. Elo testar punktin, hann fellur samt. Mér sýnist þetta vera, ég vil Tröllar þetta. Það overtime, það að detta út. Kaldi nær að testa, Tröll enda á punktinu, Mundi fyrir Barats, nær Kalda, tekur strandaklópa. Mér sýnist þetta að vera búið og fyrsta ránd á þessu mappi fer fyrir Tröllin. Hvernig fannst þér þetta ránd? Guð minn almáttugur. Eins og nefnt fyrir áður að byrja með mappið þá faran mjög sterkt á Nepal. Það að Mundi getur verið að stanslaust setja inn damage og builda þessu bara mjög mikilvægt fyrir Tröll. En líka, hann næri einhvern veginn að nýta sér háa veggi og corners rosalega vel á fyrir, sama þó að Mercyin sé ekki með honum. Maður sér það svo oft með faraplayers út allt, að þeir eru rosalega dependent á Mercy playerin sinn, að hann haldi þeim á lífi og fari rosalega aggressífur inn. Mundi hins vegar hefur náð að taka annað approach á þetta, spila rosalega svona örugur upp á hægrandi eða upp í veggi eða hotni eða eitthvað svoleiðis og bara að spamma inn damage með þetta damage boostið, nær að farma útið sitt og Baratsinas, við þurfum í raun og veru ekkert að fara út hversu stór þau eru. Hér eins og að bæði lið komin aftur inn á punktin, við erum á sanctuary núna, þetta eru bæði lið að vinna með sama pop nema Finnsi og Strandaklópa komnir á Pharmacy sem víst að virka fyrir þá, þeir ná Rottweiler snemma í fætinum. Þetta það sem ég var að tala um á það, nú þurfa að vera hraðir inn og reyna að kapitalize á þessu píkja áður en hann kemst aftur. Nú CMP að koma inn í þetta, gefur stórt slam og trölladráp, nær Finnsa, risastórt pikk. Þeir ná hins vegar að ressa hann, Elo nær trölladráp, Orion með Munda. Nú þetta víst að virka virkja á höfðingjum. Þeir ná að taka Egilaro líka og ELMO. Það eru allir að falla eins og Dominó-klubban hérna hjá Tröllinum og XI nær punktinum. Það eru prósentur tekur fyrir XI Esports. Gaman að þessu. Nú Mundi kominn aftur á Ash og ELMO kominn á Solskjaer. Þannig að þeir eru með 2 hitsguns sem geta dílað við förna og eru náttúrulega með Egilaro og Mercy fyrir þetta damage boost. Nú þarf Finnsi að spila þetta svolítið smart, þarf að passa sig og má ekki gera mikið að mistökum fyrir að fara fleira móti double hitsgun. Nú Tröllin svona gæla við að koma á punktinn, að koma út Mines hérna hjá CND, Mundi orðinn low, Elo að fara tilbaka, nú Orion orðinn low, hann fellur. ELMO nær Kalda líka, þetta stórt hjá Tröllinum, Mundi aktív, náður að kapitalisa, nei, nú Díva með Nano, Elo gæti reynd að gera eitthvað, en Finnsi nær ekki Rottweiler, hann tekur hann niður, Mundi nær Elo og Tröllin á fyrsta prósentum matchins, 41% á höfðingjum og prósentur að Díva hjá Tröllin. Nú þarf Kaldi að komast út og þeir ekki hérna. Takkaður áður en hann kemst út, sjáum hérna að Strandaklópa og Mercy að reyna að hjálpa honum út, þeir komast út og þetta í góðu lagi. Tröllin með punkt, nú þurfa höfðingjar aðeins að hugsa hvernig þeir að gera þetta. Finnsi kominn á Ash, sjáum við hér. Þeir eru með 2 picks þetta risastórt, Finnsi með ELMO líka, þannig að þeir eru ekki með DPS akkur vinna Tröllin. Nú þurfa þeir eitthvað að finna þessu, CND slípaður, Rottweiler tekur bomb, Orion með risavæsur þetta, nær Egilana. Nú fer Trölldráp inn á point með Transcendence, nær að halda CND á lífi. Nú eru höfðingjar að púsa rosalega hart inn þetta, þurfa þeir að reyna að ná og hér Mundi, hvað á þeir ná honum, Finnsi með gott pick. Nú Elo low og Rottweiler í honum, þeir þurfa að fara saman á Rottweiler. Nú hann half HP, hann gæti fallið strax, hann kemst inn á punktinn. Jú, hann nær ekki að testa eldnögt, en mér sýnir höfðingjar vera með þetta. Þeir ná þessu áður en að Tröllin eru komin yfir 50%.
Nú þetta bara hnífjafnleikur, gæti farið báðar leiðir. Sjáum að CMD að taka sér hérna stöðu vinstra megin á mappinu. Hann að reyna að gæla við það, trufla þessa leikinn eitthvað. Sjáum að Orion þarna hægra megin á Soldier'num, fær gott damage boost, þannig að CMD þarf að passa sig, fara ekki of djúpt inn og missa sig í að vera of aggressífur. Sjáum að tröllin taka hérna high ground, hægra megin. Elo svolítið að fengu við. Kaldi hoppar inn á Monkey, nær smá damage inn, og koma fullt af ultimate fram. Trölladráp nær pikkja Orion. Nú eru allt undir, öll ultimates í gangi. Strandaklubbi nær reset, Elo fellur. Það D.Va-bomb sem kom út frá Elo. Nú spurning, hver næstur að falla? Verður það einhverju höfðingi með að tröllum? Það erfitt að átta sig á hvað í gangi. Mundi hins vegar bara going ham hérna á S. Eitt besti hitskall landsins. Þá stundir Mundi, segi ég bara, hann að vinna þetta fyrir tröllin. Þeir eru komnir með punktin aftur. 85% fyrir höfðingja, 55% og tikkandi fyrir tröll. Sjáum hvað gerist í næsta fæt. Nú eru tröllin með D.Va-ult. En höfðingjar eru með 2 DPS útlits. Hvað finnst þér að liðin ætti að gera núna? Þeir verða eiginlega bara að spila í kringum að reyna að fá picks eins og þeir gerðu í síðustu fight þegar hann náði pickinu. Reyna svona að nýta sér að þeir eru ná pickja, fara á svo hratti. Sjáum þetta D.Va-bomb frá Rottweiler og slammið frá CMD. Mundi enn og aftur tekur út Finsa. Þeir ná hins vegar að ressa þetta exit. Þannig að nú að komin ultimate frá Orion. Næran einhverjum, Rottweiler líklegast fellur hérna. Já, þeir ná Rottweiler, þannig að þeir eru ekki með D.Va-na sína, tröllin. Nú CMD low og hann deyr. Þeir eru með 2 picks hérna, Orion enn og aftur með 3 picks. Hann heldur bara áfram. Orion með svakarætt performance hérna. Finsi nær pickju, Orion enn og aftur. Það eru 4 picks frá Orion. Þetta ekki að grínast. Þessi maður hættir ekki. Nýjasti leikmaður í byrjunarliði höfðingja og hann gerir ekkert annað en að valta yfir enemy liði. Þetta víst á leiðinni í vil höfðingja. CMD nær að nota mines á punktinum en það nær engum. Hann 1 HP, Rottweiler fellur. Nú kemur Bob á punktinn. Það allt undir. Kaldi heldur áfram að setja pressu. Tankarnir eru að gera allt fyrir höfðingja en á punktinn akkurat núna. Elo að elta Moirana þeirra sem kemst út. Nú þetta Eillari nær hins vegar pikkja. Þetta risa pikk. Trölladráp fellur, Elo nær honum. Þeir ná að ressa Kalda. Þetta lítur vel út fyrir höfðingjana þetta. Finsi með annað pikk hérna á Munda. Þá bara bolti eftir. Boltinn að kontesta og þeir ná punktinum. Það 1-1. Gott fólk. Þetta var svakalega close leikur. Við erum að fara í úrslitaround, í úrslitaleik, í opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Vá, segi ég bara. Hvað fannst þér þetta, Ólafur? Það erfitt að segja með það að Trölladráp var búinn að standa sér mjög vel í þessu leikingu til. Já, með 2 questionable trans í þessu roundi. Það var líka mér fannst svolítið, Mundi náttúrulega var bara popping off eins og menn orðaði kannski. En mér fannst bara eins og Elo og Kaldi hafi verið að vinna svolítið taktuinn í þessum leik. Þeir voru svolítið að nýta sér það að CMD rosalega lítið með Rottweiler. Þeir eru svona á sikur staðnum. Ef Monkey D.Va lenda á sama target og eru með rétta stuðningi frá liðinu sínu, það erfitt að díla við það einn. Þannig að þeir þurfast að fylgjast með þessu tröllin hérna. En við sjáum að tröll að halda sig við sama hérna nema þeir eru komin bryggistað fyrir Mercy. Höfðingjar halda sig við nákvæmlega sama komp hérna. Nú þetta bara allt undir í lokarándi, í úrslitaleiknum, í opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Sjáum að bæði liðir að setja pressu. Höfðingjar eru alltaf svolítið og að taka mikið damage. Elo þarf að passa sig. Hann hins vegar overextenda og líklegast tekinn út. Þeir ná strandaklópa og Elo Kaldi líklegast að fara að falla hérna. Finsi dettur á mappinu. Þetta lítur ekki vel út fyrir höfðingja. Þeir tröllin vinna fyrsta fight að mér sýnist og eru komnir með fyrstu prósenturnar og að tikka núna. Það spurning hvernig höfðingjar voru búin að hugsa sér þetta. Elo fór þarna rosalega djúpt inn. Hann þarf að passa sig af því að Trölladráp spammið hjá þessum Zenyatta hjá tröllum náttúrulega svakalegt. Þeir þurfa að fylgjast betur með því og þegar þú ert með DPS eins og Munda og ELMO og Rottweiler á Sigma, mátt ekki vanga þetta dem. Þeir sjáum við að höfðingjar eru að íta sér inn. Þeir eru mjög aggressífi núna. Þeir ná CMD, þeir risastórt pick. Nú fara bara Rottweiler, Rottweiler low. Þeir ná honum líklegast, þetta ekki? Jú, hér kemur út engin útimitt hérna, við erum að sjá hvað þeir eru að gera og hér eru Elo og þeir eru náttúrulega bara að valta hérna yfir á takendur. Þetta akkurat það sem ég var að tala um hérna á milli randa. Kaldi og Elo, þeirra synergy sem 2 tankar náttúrulega svakalegt. Þeir eru að spila eins og þeir séu tvíburabræður. Mér veist magnað að horfa á þetta sem Kaldi að koma inn sem nýr tankplayer þannig séð í þetta byrjunlið hjá höfðingjum. Ekki vanur því kannski að spila endalaust tank með Elo. Gaman að sjá að menn geti klikkað svona fljótt saman eftir lítinn spilatíma.
en það eru 14-15% þetta hjá höfðingjum og tröllin eru svona að vinna sig ennþá áfram inn í þetta. Ég sjá að þeir ætla að taka hægri hliðina og lóta svolítið allar hringinn. Elo og Kaldi hoppa bara beint inn, náðir einhverju pikki hérna, kemur úr Trans og Nano frá Kalda. Hér koma 2 pikk frá tröllum en Orion nær Rottweiler, náðir einhverju meira hérna, Kaldi ennþá inni, trölladráp low og Finnsi nær trölladráp hérna. Við sjáum að það eru pikk báðum megin, Lundi nær Finnsa einhver, Kaldi nær Lunda, Bobbi langt í burtu, Strandakloppi nær ELMAO, Egilsari á punktinum, Full HP, þeir ná Kalda, tröllin á punktinum, höfðingjar þurfa að komast á punkt, Elo kemst inn, Seti notar Mines á punktin, Egilsari ennþá að kontesta en hann rosalega low, Elo gæti líka að staðanum hérna, Ottes með gott neitt, en Strandakloppi, þetta voru smá mistakata hjá honum, fór inn í Mines, hér kemur Babban og Elo nær náttúrulega Rottweiler enn og aftur, þessi maður náttúrulega rosalegur á dífinni, það ekki hægt að vanmeta þennan leikmann, sjáu þetta spil hjá Elo, þetta alveg svakalegt, Seti hlýtur að falla líka, Orion nær honum, mér sýnist höfðingjar vera að ná punktinum hérna. Já, og Tracerinn kemst ekki út, Kaldi nær öðrum og höfðingjar halda áfram að tikka, komnir í 65%, tröllin í 42%. Þetta svakalegur lokaleikur, gott fólk. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig þetta endar. Nú sjáum við að tröllin þurfa aðeins að rífa sig í gang, Finnsi á Tracer hérna. Sjáum að tröllin alltaf eru svona gæla að fara aftur sömu leið, hægra megin, taka allan hringinn eins og þeir eru oft gett á þér. CND komin í baklínuna hérna hjá XI Esports. Þeir eru að halda þetta hægra megin, XI, Elo að halda smá pressu á Rottweiler hérna. Það smá dífadúlið í gangi, það gaman að sjá þetta. Egilsari nær Finnsa, þetta svakalegt trikk hérna hjá þeim. CND fer út af mappinu, Strandakloppi undir honum, Orion fellur hins vegar. Þannig að þetta spurning með þessu, Rottweiler út af mappinu líka, Kloppi nær honum aftur með shiftinu sínu. Þetta Egilsari, hann low, Egilsari, nei, hann full HP, hann komin inn á punktinn. Og þeir eru pigsetta báðum megin, Egilsari að rífa sig í gang hérna, nær Elo. Nú þetta bara Kaldi og Strandakloppi á punktinum hérna. Tröll með yfirtölu, þeir eru komnir í 99% höfðingjarnir. Egilsari með annað pikk, það bara big diff í gangi hérna. Og þeir ná punktinum hérna tröllin, komin í 45%, en XI í 99%. Það spurning hvort þeir ná að vinna lokafætin, ætli þeir stakki saman ultimates, ætli þeir fara inn bara með Visor og Monkey Primal, eða munu þeir safna, það spurning gott fólk. Við sjáum að tröllin eru líka komið með Bob og Transcendence og að nálgast Díabomb. Sjáum hvað þeir gera hérna XI Esports, Elo hérna að setja pressu á CND, sjáum að þeir eru rosalega grúpað inni, Kaldi hoppar inn, Kaldi komið svo djúpt, hann notar Primal og hann fer inn, hann nær hérna á bryggina, hann fer á hann. Má ég sjá hérna, Orion með gott pikk hérna á Rottweiler, en það Bob komin á point frá tröllum, Mundi með eitthvað fáránlegasta positioning sem ég hef séð, en ég elska það, þeir eru ennþá að setja pressu á þá og CND vann stig komið út á mappinu, Mundi nær Orion með Bobbinu sinu, kemur út Transcendence frá trölladráp, það risa slamhata frá CND, Elo nær pikki, Kaldi með minni, Finnsi nær Egilara, þetta risa stór. Það Kaldi á pointinum, Ottes með ELMAO, mér sýnist höfðingjarnir vera komnir með yfirhöndina. CND komin inn á punktur að kontesta, notar Mines þannig að þeir komast ekki inn. Finnsi með enn annað pikk, þetta bara CND og Rottweiler inn á. Rottweiler fellur, Nano kemur inn á Kalda. Mér sýnist þetta bara vera búið. Hver að kontesta? Egilsari komin á Lucio. Við þekkjum þetta kontest sem Egilsari getur komið með á Lucio. Nú Tracer og Moira að bíða eftir að kontesta. Það komið í overtime. Punkturinn höfðingja. Mér sýnist þeir vera að vinna þetta. Og XI búnir að vinna þessa fyrirleik. Þeir vinna 3-2 í frábærum opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Gott fólk, við elskuðum þetta, ég elskaði þetta, Óli, þú elskaðir þetta. Við getum ekki annað en verið þakklátt fyrir frábæran byrjunarleik í þessari frábæru deild sem almenni bikarinn Ég skemmti mér konunglega, þetta eitthvað insane leikur sem ég hef nokkuð með séð. Og ég get ekki verið neitt eðlilega þakkláttur fyrir að kasta þennan leik. Hvað fannst þér, Ólafur? Ég leiði inn með hrikalega tiltöku í þessum leik. Já, ég bara, þú veist, já. Bara mjög snemma contender fyrir leik tímabilsins, sko. Já, ég bara, þú veist, ég verð bara að segja, við komum inn á þetta fyrir leikinn og það alltaf svo gaman þegar maður hefur smá rétt fyrir sér. Ég var búinn að tala það að Kaldi væri einhver sem færi stundum undir radarinn og fólk þyrfti að fylgjast með. Hvað gerði hann? Hann var frábær í þessum leik. Alveg það sama með Orion og ELMAO. Glænýr leikmenn í sínum liðum, spiluðu frábærlega og ég get ekki annað en sagt að þeir hafi verið geggjaðir í þessari viðureign. Stóðu sig allir frábærlega, ógeðslega close leikur, vonum bara að við fáum skemmtileg viðtöl hérna eftir leik. Spurning hver kemur frá höfðingjum, hver kemur frá tröll. Mér sýnist einhverjar ákvörðunir vera að koma hérna í chatinu. Þá spurning hver kemur í viðtal til okkar. Við sjáum bara að við fáum allavega og Rottweiler sem komið fyrst í viðtal.
Já, við sýnist við vera að fá Rottweiler og hérna Eilara. Góða kvöldi, strákar mínir, hvað segið þið þá? Ég er alveg solid, sko. Er það ekki? Hvað, nú er ég með náttúrulega nokkar spurningar fyrir ykkur, en við skulum byrja þetta aðeins svona á léttu nótunum. Hvernig fannst ykkur þið standa ykkur í þessum leik? Fyrstu 2 leikinni, það fannst mér persónulega ekki standa ykkur nógu vel. Nei. En það er bara gerist. Já, en þið náttúrulega rifuðu þetta upp þarna og komið tilbaka og jöfnuðu 2-2. Það var svakalega vel gert hjá okkur. Við vorum ekkert eðlilega stoltir að sjá þetta, akkurat það sem við vildum. Þannig þó að fyrstu 2 leikirnir hafi kannski verið smá rough, þá voru þeir nú samt ekki eitthvað stomp. Þeir voru nú helviti close þarna á tímabili. En síðan er ég með svona eina spurningu fyrir ykkur. Var eitthvað svona moment í viðureigninni sem svona stóð upp úr fyrir ykkur? Hvað svoleiðis? Svo mörg moment. Já, er eitthvað svona eitt sem ykkur langar að minnast á? Já, mér dettur alveg nokkur í hug að það voru skemmtilegi hlutir sem að koma þarna inn og við töluðum einmitt það í kastinu, ég og Ólafur hérna, að Rottweiler, það er frábært að sjá þegar þú switchaðir yfir á Sigma. Að sjá positionið þitt stundum í samanburði við CND, til dæmis á payload maps. Að sjá hversu langt þú getur verið frá en samt verið öruggur. Og maður átti ekki alltaf von á því frá Sigma players að geta gert þetta í svona rosalega miklum hitaleikjum, þú veist, opinberum modsleikjum og svoleiðis. Okkur fannst það allavega mjög skemmtilegt, sko. Ég reyndi bara að spila fyrir þeim svo þeir að fá, þú veist, ultimate flat. Einmitt, hratt ult charge og kannski pota svolítið í það og pirra XC eitthvað í pushinu ykkar. En nú er næsti leikurinn ykkar við Musteri, Stykkishólmar. Hvernig eru þið síðan núna stendir í þá viðureik svona eftir þennan leik? Ég held að við ætlum bara að reyna að æfa okkur meira og reyna að skoða þessa leiki aðeins betur, sjá hvað við gerðum rangt og sjá hvað við gerðum rétt. Það er náttúrulega eitthvað. Nákvæmlega. Og við erum svo með þetta, sko, Já, ég meina, þú veist, að sjálfsögum á maður að vera triggered, skilur, það gerist, ég meina, maður vinnur ekki allt. Já, þú veist, það gerist, en að því sögðu þá stóðu ykkur nú frábærlega í þessum leik og maður ánáttúrulega ekki von á neinu öðru nema að þið komið brjálæðir inn í næsta á móti Musteri. Ég ætla að vona að þið komið inn með meiri hörku heldur en þið ætluðuð upprunalega. Síðan bara svona ég ætla að segja að lokum og síðan er ég með eina bónusspurningu fyrir ykkur. Að lokum svona, hver var MVP að ykkar mati í liði XI? Liði XI? Já, ég ætla að svissa þessi yfir og ég ætla að spyrja þá ykkur nefnilega, sko. Mér langaði eiginlega low-key að segja ELO eða Finnsey, sko. Þeir eru náttúrulega eitt af þeim bestu, Finnsey er náttúrulega auðvitað eitt af þeim bestu off-tank á landinu og ELO líka. Nákvæmlega. Ég myndi segja að þeir tveir væri sterkastir í þessu liði. Já, gott. Og sérstaklega líka, Finnsey er líka mjög góð á hinum rólunum líka. Þú veist, hann var alveg góð og var svolítið mikill alfa á DPS-inum, sko. Nákvæmlega, það kemur nú ekki mikið á óvart þar sem þetta er náttúrulega Finnsey. Oft talaði sem besti leikmann landsins og eitthvað svoleiðis. Ég persónulega, eins og einhver svo kaldi, ég var ekkert að búast við hversu við hann að spila þarna. Einhver insane play sem Monkey, mann ég. Já, við fórum einmitt yfir það fyrir leik, sko. Kaldi er svona leikmann sem fer oft undir radarinn. En sá törnaði upp í þessum leik. Já, hann spilaði svo vel, já. Hann var underdog, sko. Hann var underdog í þessu leik nefnilega, fer oft undir radarinn og gleymist alveg að hann kann alveg að spila tanka því að hann er náttúrulega þekktur sem bæði support og tankplayer, sko. Það er náttúrulega skemmtilega í þessu fyrst mér. En ok, svona bónusspurning, ef þið þyrftuð að velja eitt lið í úrvalsdeildinni, hvaða lið er svona erfiðasti andstæðingurinn? Ekki besta liðið, bara svona hvaða liði eru þið alltaf mest stressaðir að mæta? Ég persónulega hata Adgera. Að spila móti þeim. Já, mjög gott pick, ég held að séu margir sammála þessu svari hjá okkur. Adgerar eru svolítið óþolandi að mæta, þeir eru náttúrulega ekkert smá góðir og unnu náttúrulega þetta helgamót sem var í fyrra. En herri, þá er þetta bara komið okkur held ég og þökkum ykkur kærlega fyrir þetta viðtal. Þið stóðu ykkur frábærlega og ég vil að þið skiljið því til strákana. Ég er ógeðslega stoltur af ykkur öll. Það er bara ógeðslega gaman að kasta þennan leik. Takk fyrir okkur. Herri, við heyrjumst strákar. Við erum blessaðir. Ótrúlega leikir. Herri, jæja, þá er það sigurliðið í viðtal, Finnsey og ELO, 2 leikmenn í guðatölu hjá mörgum í þessu samfélagi. Hvað segið þið strákar? Þetta er bara ákveðið spennufall akkurat núna, sko. Mjög erfitt að guppa út með setningu, sko. Ég verð að viðurkenna það, sko. Já, ég náttúrulega, sko, ég geld alveg við það að trolla þig sérstaklega í þessu viðtali, en ég fæ mig ekki til þess að gera það eftir hennar leik af því að ég er eiginlega smá bara sjálfur og erfitt með að mynda setningar. Þetta var svo svakalt.
Ég get trúað því, maður. Við viljum bara skila þið til ykkar, þið stóðu ykkur frábærlega, allir í Höfðingjum. Og Takk bara hérlega. frábært að horfa á hann leik, opnunarleikur úrvalsdeildarinnar, þetta var geggjuskemmtun, við gátum eiginlega ekki beðið betri leik. En ég er með nokkrar spurningar fyrir ykkur. Hvernig fannst ykkur svona framistæðin ykkar í dag? Hún var góð, hún var sterk. Ég rosalega stoltur af strákunum af því að það þarf alveg karakter að vera komin í 2-0 yfir, þeir jafn í 2-2 og það var mjög auðvelt að missa haus í þessari stöðu. Við vorum bara að reyna að vera eins rólegir og við gátum, bara spila okkar leik, þannig að ég verð að hrósa öllu liðinu mínu bara fyrir að sýna magnaðan karakter, en við erum auðvitað sáttir. Gott að heyra akkurat svona að skila þið til liðsfélaga því það stóðu sér allir með tölu frábærlega, það var erfitt að finna einhvern sem skar upp úr og þið náttúrulega lentu þarna í 2-2 stöðu, þið þekkið þá stöðu, hafið lent í þessu áður, en nú fóru þetta hina leiðina og þið tókuð þetta, þið hljótið að vera svolítið stoltir að hafa haldið haus og séð þetta til enda, eða ekki? Auðvitað, mjög stoltir. Já. Heyriði, var eitthvað svona sérstakt moment sem að stóð upp úr í þessari viðureign af ykkar hálfu, eða eitthvað svoleiðis? Finnsi, þú tekur þetta? Hvað moment? Já, eitthvað svona sérstakt sem að ykkur langar kom inn á sem að kom ykkur óvart eða stóð upp úr eða ykkur fannst frábært. Eitthvað svona sérstakt sem ykkur dettur í hug. Það var frábært moment þegar við unnum leikinn. Já, það er geggjað moment að hafa unnið leik. Það var alveg samanlega moment. Sammála því, það er bara geggjað val að segja. Þegar Árni tók 3K eða Monkey á Ilios var mjög næs. Einmitt, þetta præma hjá honum Ilios var svakalegt sko. Já, hann er svakalega player. Mér fannst búbbin hjá Strandaglópa á Lijiang líka, mjög skemmtileg. Nálega trölladráp þrisvar held ég í röð. Nú er næsti leikurinn ykkar á móti Silfur. Hvernig eru þið stendir í þá viðureign svona með hvernig þessi fór hjá okkur í dag? Ég verð að segja að við þurfum að hefna okkar, sko. Það er svolítið þannig, sko. Þeir reverse sweepa okkur. Þessi sigur er bara statement sigur. Við erum mættir til að spila og ætlum inn í alla leiki til að vinna á. Nákvæmlega, mættir í áluru. Já, þannig að ég segi bara að við ætlum að stefna sigurinn á móti Silfur, 100%. Frábært, en ekki annað. Ég er bara ánægður að heyra það. Ég ætla að koma með síðan eina bónusspurningu í lokin, en fyrst langum að spyrja, hver var svona MVP í liði hjá Tröll að ykkar mati? Sko, CMD var náttúrulega virkilega erfiður á þessum ból. Mjög góður. Þekktur fyrir það? Já, mjög, þú veist, þetta Tröllið er insane, sko, ég er ekki að djóka að það er rosalega erfitt að spila mótið þeim, erfitt að velja einhvern eitt, skilur mér ángriðs allir standa sig svo vel, þetta er mjög sterkt lið, sko, mjög erfitt að spila mótið þeim, sko. Þannig að það er gott að það hefur verið fullt lið af MVPs allavega hjá báðum liðum. Þeir áttu þessu erfitt með að velja hjá ykkur líka, þetta var svona eiginlega bara samheild, bara sem lið sem að gerði út af við þennan leik. Já. En síðan er ein svona bónusspurning bara í lokin. Ef þið þyrftuð að velja eitt lið, hvaða liði svona kvíðir ykkur mest að mæta? Hvað er svona erfiðasti andstæðingunni ykkar? Ekki endilega besta lið, bara svona hvaða lið finnst ykkur erfiðast að spila á móti? Vá, þetta er erfið spurning. Ég segi Hrútar þegar þeir eru nýliðar og maður veit aldrei við hverju maður býst við frá þannig. Frábært að heyra negla nýliðinu maður sín í þetta. Maður veit aldrei hvað þeir geta gert. En síðan verð ég að segja eitt annað, ég var að hrósa þér, Markus, og þér líka, Óli, þetta casting er insane, það sem ég er búinn að heyra þessu, þetta er bara geðveikt. Menn ákveða að leggja allt í púðrið og vera með þetta semstóttu skemmtun og eins og ég segi, við gátum ekki fengið betri leik til þess að hæpa okkur yfir og vera brjálaðir og ég vona bara að flestir leikir sem verða on stream í almennu bikarnum verði akkurat svona viðureiknir. Ná ég sé aldrei hvert þetta myndi enda og hvert þetta myndi fara og eins og ég sagði í byrjun, við erum svo stoltir af okkur öllum, við spiluðum allir frábærlega og allir verið stoltir þrátt fyrir að hafa unnið eða tapað. Takk hérlega. Það segir bara takk fyrir mig, strákar, og takk fyrir að koma í viðtal og bara til lukku með frábæran sigur í fyrsta leik. Takk. Já, gott fólk, þá vitum við allavega það að 3-2 er niðurstaðan í leiknum. Exi vinnur Tröll í opnunarleik úrvalsdeildarinnar. Minn ykkur aftur á leiki helgarinnar. Það er Exi Akademi á móti Berserkjum Bifrastar klukkan 6 á laugardaginn og sem er opnunarleikur opnunardeildarinnar og beint á eftir honum klukkan 8 fer fram leikur Atgerðar Hlíðarenda og Musteri Stykkishólm. Takk fyrir mig, Óli, takk fyrir þig væntanlega. Takk fyrir mig. Já, og við bara þökkum kærlega fyrir komuna og vonum að þið hafi notið þess eins mikið og þið getið og nú ætlum við að enda þetta á nýju highlight bara fyrir ykkur gott fólk. Gjörið þið svo vel.